Já, velkomin á Rauðaborðinu á miðvikudegi. Ég segi ekki mitt sumar, snemma sumars, síðla vors, gott veður úti. Mikið svona líf í bænum, svona leiðinni, alltaf vakna, lífsins. En við sitjum hérna og höldum áfram eins og við höfum verið undanfarin kvöld. Við ræðum við einn í einu, eins og hefur verið undanfarið. Og núna í kvöld hingað komin Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR. Velkomin. Takk fyrir. Herra Ragnar, ég mun okkur að byrja á það sem er sérstakt með þig sem verkalýðsforkólf, svo kallar, að þú leggur mikla svona áherslu á spillingu. Þú hefur verið að benda á spillingu í lífeyrissjóðunum, tekið dæmi af einstöku verkefnum eins og Landsímahúsinu og öðru slíku. Hvernig sérðu þetta fyrir þér? Þessi spilling sem er þetta tiltekinn hópur sem hefur ítök í samfélaginu eða er þetta svona spilling samfélagsins þar sem við erum með samfélag þar sem er viðurkennt og fólk settir sig við að þeir sem fara með völd og taka ákvarðanir geta hygla sjálfum sér og sínum vinum eða það virkar oft þannig þegar þú ert að lýsa þessu. Þetta er oft bara svona sami hópurinn sem þú ert að vísa á. Svona fólk sem að einhver leyti tengist. Hvernig upplifir þú spillingu í íslensku samfélagi? Já, ég upplifi þetta sem svona kúltúr einhvern veginn og kannski svona tvö form svona spillingar. Ég er engin sérfræðingur í spillingu en ég er sannarlega áhugamaður hana og Ekki atvinnumaður? Ekki atvinnumaður, nei. Ég sem sagt og líka bara, hvernig einhvern veginn spillingin finnur sér alltaf farveg eins og vatnið, alveg sama hvað reynt að stífla að hún nær einhvern veginn í gegn, hvernig sem að regluverkinu er snúið eða styrt eða girt fyrir að það er að spillingin, hún er alltaf skrifa undan og það sem ég kannski hefur verið að skoða er bara tvenns konar forma spillingu, svona aðalega myndi ég segja svona það er kannski þá bæði gerenda hliðin, sá sem er að svíkja og pretta á kostnað annara og síðan meðvirknin vegna þess að sá sem veit af spillingunni, sá sem veit af því sem hefur misfarist en gerir ekkert með það og hilmir yfir að ég myndi segja að það sé sínu verra forma spillingu heldur en sjálfur þjófnaðurinn eða hvað sem við getum kallað það og sem sagt Það er líka hópur út í samfélagi sem finnst óþægilegt að setja alveg mynda. Já. Þá bara finnst það óþægilegt að sé verið að tala svona samfélagið. Já, og það sem kannski er svolítið athyglisvert er að þetta er ofta bara illa falið og svona það þarf ekki að dusta neitt eða kroppa neitt rosalega djúpt til þess að komast að svona nokkurn veginn kjarna málsins þegar maður er að skoða kannski einhver tiltekið mál eins og ég til dæmis skrifa Lindarvatn eða Landsímaritinn og mér varst athyglisvert við það mál að þetta var mikið langlóka, ég kafaði svolítið djúpt í þetta og sýndi fram á það hvernig einstaklingar, vel tengdir einstaklingar í íslensku samfélagi náðu að kroppa út úr eða taka út úr almenningshlutafélaginu Icelandair 900 milljónir og deildu sín á milli bróðurlega með því að láta almenningshlutafélag kaupa verðlausa eign og þetta er rauninni bara eitt dæmi af mörgum. Þetta voru aðeins sem unnu hjá eða nálægt Icelandair. Já, og tengdust flokksböndum og sem sagt höfðu tengsl og hvernig þessum aðilum sem að bera síðan ábyrgð á þessu er heilt í mjög valdamikla stöður í íslensku samfélagi og það liggur við eftir sem að klúðrið meira og málin ljótari, þeim mun líklegri ertu til þess að komast í meiri stöður og fá meira fjármagn til þess að spila með. Og það er alveg ljóst að mikið af því sem ég hef verið að skoða núna, það mun
það mun vera veisla hjá þeim sem að fá að græða og svo framvegis og mér finnst til dæmis ótrúlegt að ég held ég hafi aldrei skrifað neitt sem hefur verið deilt jafn víða og oft eins og til dæmis Lindarvatnsmálið, aðkomu lífeyrissjóðanna, þetta flókið mál en svona ekkert samt rosalega, en þetta svona típist, þetta ágætis sko sýnidæmi hvernig kaupin ganga á Eyrinni, hvernig aðilar sem komast í valdamikla stöður í fyrirtækjunum eru partur á klíku, hvað sem sé pólitísk eða viðskiptalegs eðlis, starfa í skjóli lífeyrissjóða sem að eru hvað sínu vestir þegar kemur á svona málum, þeir vilja ekki rannsaka, þeir vilja ekki stefna, þeir sjáðu bara eins og lífeyrissjóðir, þeir hafa ekki farið í eitt mál, þeir stemdu, þeir fóru ekki eitt dómsmál í eftirmálum hrunsins, þrátt fyrir að alþjóðlegar endurskoðunarskrifstofur, þrátt fyrir alla dómana sem féllu, við vitum það að stóru alþjóðlegar endurskoðunarskrifstofur sem bara ábyrgðu ársreikningu bankana, fölsuðu þá, og tjónið var alltaf bara gigantískt, en einhverjum vegna þá meðvirknin sem alltaf bara hluti af spillingunni, hún svo svakaleg að það eiginlega bara átakanlegt að horfa upp á það og til dæmis við tökum bara Landsímaritinn, hóteli sem verið að byggja þar, það átti að vera tilbúið 2017 og þegar ég skrifa þetta vekur mikla athygli og þarna klárt að mínum að þetta dæmi skattsvik, það sem að himinháa þóknanir upp á 900 milljónir það er búið til sýndargjörnungum með hlutabréfaviðskipti til þess að búa til hagnað af hlutabréfaviðskiptum en ekki sko þóknun sem að ber virðisaukaskatt og svo framvegis. Þannig klárlega verið að komast hjá því að borga skatta og þetta allt mjög svona þetta allt mjög augljóst hvað þetta stenst enga skoðun en hvorki eftirlitsaðilar en ég fjölmiðlar sýna þessu nokkurn einast áhuga og hugsaðir, hótelið átti að vera tilbúður árið 2017, þá átti þetta glæsilega hótel að opna með pomp og prakt fjármagnaði lífeyrissjóðunum áður en að framkvæmdir byrjuðu sem alltaf bara fáheyrt og hvernig staðan núna? Það ekkert að gerast. Húsið tilbúið utan. Það ekki starfsemi í gangi í húsinu og það 2022. Hvað að frétta? Af hverju spyr enginn, eru peningarnir búnir? Af hverju eru þið ekki búnir að opna? Hvað að gerast? Eru það að borga lífeyrissjóðunum lánin sem þið fengu? Og skilur þú veist, þetta bara svona einfalda spurningar. Hverju eru það sem hagnast á þessu? Það nokkur þessu komið fyrir í nokkrum eignarhaldsfélögum og fléttan þannig að það þarna ákveðin hópur manna sem kemur á þessum viðskiptum með þetta verkefni og lóðin og eignirnar eru keyptar á einhverju x verði síðan kemur allt í einu síðan gerir Icelandair framvirkan leigusamning við óbyggt hótel sem að býr til gríðalegt mikla virðisaukningu í félaginu en Icelandair sem að býr til virðisaukninguna kaupir síðan eigin virði á margföldu verði og einhverju labba í burtu með hagnaði. Hagnaðurinn komið síðan fyrir í nokkrum eignarhaldsfélögum þannig að það sem að fléttan yfirlega þannig að viðkomandi aðili, þetta voru svona skammtandi voru 126 milljónir upp í 250 milljónir sem að hver og einn fékk og þetta var allt eins, það voru hlutabrif sem voru keypt á 20.000 krónur en hækkuð upp í 256 milljónir innan árs og þá var það náttúrulega bara hagnaður á hlutabrifviðskiptum en ekki vegna, eða þú veist, ekki umsýslukostnaður vegna þess að þeir komu viðskiptunum á og þeir græddu og annarkvort voru stjórnendur Icelandair í þessu tilfelli bara svona ég veit ekki, vittlausir eða tengdust þeir sem að græddu þessu ekki Icelandair? Icelandair getur ekki hafa verið alveg blind. Nei, en þú veist en það sko ég búin að kafa svo mikið í þetta mál að ég læt öðrum að dæma það varandi tengsl og annað. Það saga því það sem
hlutafélag er misnotað. Það býr til verðmætið og það síðan kaupir inn og það eru fólk sem gengur frá borði með mikinn hagnað og síðar eru lífeyrissjóðirnir sem að fjármagna þetta. Þannig það eru opinberir sjóðir og opinber hlutafélög sem að raunverulega bera kostnaðinn eða leggja til allt sem einhvers virði í þessu, en sem eru einstaklingar sem að hagnast gríðarlega og innleysa hagnað sinn. Já, og síðan standa þeir sem að til dæmis Æsland eftir með verðlausan eignarhlut í verkefni sem óklárað og ófjármagnað, virðist vera. Enginn spyr hvenær það verður tilbúið sinni, en samt eins og sé hlýtur að vera gríðarlegu kostnaður sem tikkar á verkefninu, bæði afborganir á lánum og síðan náttúrulega enga tekjur. Hver á þetta núna? Æslandir og Dalsnes eiga Lindarvatn, sem eigendur. En seldi ekki Æslandir öll hótelin frá sér til útlensk auðvitaðmanns? Þegar að þetta verkefni var skoðað að þeim kaupanda sem að vildi hann ekki taka þetta? Hann vildi ekki snerta á þessu með priki, skildist mér og lá ég honum það ekki vegna þess að þetta verkefni gat aldrei, stóðstörunin aldrei skoðun frá byrjun og ég held að ég ætla að fela öðrum að álíta það, en kannski málið í þessu snýst það að nú voru lífeyrissjóðirnir á þessum tíma stærstu eigendur Æslandir, hlutafar félagsins og sem hlutafar, ef að hlutafélag misnotað með þessum hætti að stjórnendur sem hafa einhver tengsl við þriðja aðila ganga frá viðskiptum sem að rauninni standast ekki nokkur einustu skoðun, kaupa eitthvað, í þessu tilfelli hlut í félagi sem að verðlaust fyrir gríðarlega háa upphæðir. Þarna erum við að tala 1800 milljónir. Þetta kannski lágar upphæðir í samhengi reksturs Æslandir sem er velta alveg gríðarlega háum tölum. Og þetta ekkert eina dæmið, það komu þegar til dæmis Festi kaupir íslenska orkumiðlun sem að í rauninni gerir ekki neitt eða framleiðir til einhver milliliður varðandi raforkusölu og svo kaupir eitthvað svona heildsali út af þeim breytingum sem í lögunum og þar eru skýr tengsl á milli stjórnenda Festi og eigenda íslenskrar orkumiðlunar. Það algjörlega augljós þessi tengsl og þarna þetta félag keypt á 700-800 milljónir. Félag sem held ég 2-3 ára gamalt og ekki nokkur leið að finna út hvar í ósköpun þetta verðmat kemur. Og þarna eru skýr tengsl, en vandamáli í þessu tilfelli ekki þeir sem að fremjandilega gjörningin, heldur þeir sem eru eigendur þessara félag, meðal annars lífeyrissjóðirnir og þeir fyrir hönd almennings stíga ekki fram fyrir skjöld og segja, herðu, þetta bara bannað. Við ætlum bara að skoða þetta og við ætlum bara að stefna stjórnendum þessa félags fyrir þennan gjörning vegna þess að það ómögulegt að sýna fram á að þarna hafi eðlileg viðskipti átt sér stað. En meðan lífeyrissjóðirnir eru svona meðvirkir gagnvart spillingunni, þá eru þeir og rauninni líta undan að þá eru þeir mjög mikilvægir þáttangundur í spillingunni. Það sem að þeir náttúrulega notaðir til já, þeir væntanlega bera fyrir sig ákveðin orðspors áhættu yfir því að vilja ekki fara í mál og svoleiðis. Þetta var gert þegar að lífeyrissjóðirnir voru í gjaldmiðla veðmálum í aðdraganda hrunsins, ég skrifaði mikið það líka og það var algjörlega klárt mál að þarna voru lög brotin. Það voru engum stjórnendum stefnt. Það var ekkert gert. Þarna hefði verið hægt að sækja 20 milljarða bætur á stjórnendatryggingar. Stjórnendatryggingar voru flest allar í gegnum íslensk tryggingafélög sem voru síðan endurtryggð einhvers annar staðar. Og sömuleiðis gagnvart stóru endurskoðunarfyrirtækjunum sem að greiddu til dæmis slitastjórn Glitnis himinháar upphæðir fyrir að falla frá málsókn út af bara fölsuðum ársreikningum
og svo mætti lengi telja, en lífeyrissjóðirnir, þeir letu þetta algjörlega eiga sig og það var ekkert gert og maður spyr sig þegar svona í pottin búið og lífeyrissjóðirnir halda kannski á 60-70% hlut eða allavega meiri hluta hlut í flestum stærstu fyrirtækjum landsins og þetta hvað að segja Gullljós, það má misnota sjóðina þeir gera ekkert í því. Ef þetta viðhorfið, það lappar enginn inn í lífeyrissjóð og tekur pening, en ef þú kemst með minni hlutafjár og nærið algjörlega stjórnu við fyrirtæki vegna þess að lífeyrissjóðnir eru passífir og þeir eru mjög óvirkir eigendur og ekki bara óvirkir, þeir eru meðvirkir eigendur og eins og við sáum til dæmis með sölun á Mílu og Símanum til tveggja stóra verðbréfasjóða, Ardian og Digital Colony og þarna er bara ákvörðun og algjörlega ráðandi ákvörðun mjög þröngshóp sem að fer með eitthvað 16% hluta með minnir sem eru stóðir en lífeyrissjóðirnir fara með held ég 60-65% hluti, ég mann ekki alveg tölurnar en þeim dettur ekki eins og í hug að kalla til hlutafundar til þess að fá upplýsingar til dæmis hvernig stendur félagið á eftir fá upplýsingar samningin sem að Síminn þarf að skuldbunda sig til þess að eiga viðskipti við Mílu eftir viðskiptin. Er hann íþyngjandi? Hefur hann áhrif á framtíðar afkomu félagsins og svo framvegis. Þannig bara rauninni verið að taka út framtíðar hagnað Símans 20 ár fram í tíman og ómögulegt að segja skilurðu hvaða áhrif þetta hefur á rekstrarstöðu. Þetta er ákvörðun sem hendar náttúrulega áköpunum sem ætla að vera þarna skamma tíma sem að lífeyrissjóðir eru ekki. Lífeyrissjóðir hljóta að vera að fjárfesta í Símanum til mjög langs tíma. Þetta er að veikja Síman til mjög langs tíma en það er verið að kassa inn tekjum sem að hendar stóðum sem eru eiginlega svona fyrirverandi FL grúppdrengir sem að reka það. Þetta eru margir nafntóðar einstaklingar. Þannig að lífeyrissjóðir elta ákvörðun svona spákaupmannanna sem eru ekki raunverulegu fjárfestar. Þeir virðast ekki skipta sér svona að þessu. En varðandi að þú nefnir festi á þann. Þar koma einhverjir að ákvörðunni. Það er stjórnanna og það er forstjóri sem að leggur þetta til líklega fyrir stjórnina og það eru menn að taka ákvörðun. Einn af þeim, hann græðir persónulega á þessu. Hinir hvað? Finnst það af því að eins og þeir séu í sömu klíkunni að hann eigi bara að fá að njóta þess að geta hagnast svona vel það sem að það eru hvort sem þetta er meira minna fyrir lífrið svona sem verið að leika með eða hvernig taka með svona ákvarðanir? Það er bara tekin ákvörðun og þarna er til dæmis Bjarni Ármannsson sem er hluthafi í Íslenska orkumiðlun og þá er þetta stjórnarformaður Þórður Már og forstjórinn þeir tengjast, þeir hafa starfað saman árabil og tengjast, eru með viðskiptatengsl við strákarnir stemming og það eitt og sér ætti að vera rauðflögg en 2 ára gamalt fyrirtæki og einu raunverulega velton og viðskiptin sem að þetta fyrirtæki með og búið að byggja upp kemur rauninni frá eigendum félagsins. Það er að segja, þetta eru svona, nú er ég að tala svona eftir minni, þegar nú er ég að rifja upp kannski mál sem er svolítið sem ég skrifaði að þarna voru að minnir fyrirtæki tengt kaupfélagi Skagfirðinga og einhverjum fleirum sem að voru svona í einhverjum svona eigenda bakhóp. Þetta er eins og að við eigum stóra fyrirtækja samsteypur og við stofnum lítið orkufyrirtæki sem að flytjum öll viðskiptið þangað og búið til veltu mjög viðskiptin og fyrirtækin kaupa sér aftur eða veit svo til að einn af gaurunum hann fari í alla hagnaðina. Já, svo seljum við þetta fyrirtækið og það er ekkert sem tryggir það að viðskiptavildin eða viðskipti fylgir með. Þetta er svona þetta er í sjálfu sér þetta er svona þetta erum við búin að tala einhver dæmi en þessi dæmi eru allstaðar og þetta er út allt og það virðist ekki vera nokkur einasti vilji eða stemning hjá lífeyrissjóðunum að skoða hlutina fylgja eftir
rannsókn, kæra eða hlusta á og þú veist, og þetta rauninni bara Hvers vegna ekki? Eru stjórnendur í lífeyrissjóðunum svona líka hluta af strákum? Ég held þetta sé í rauninni bara sko ásetningurinn hann þarf að vera svo mikil, þetta þarf eiginlega að vera sko fréttamál á RÚV, Kveik eða eitthvað álíka til þess að lífeyrissjóðunni bara sko svari. Annars þeir vilja bara viðhalda óbreytt ástandi, þeir vilja ekki breyta Já, ég meina, þú veist, þeir líta bara á þetta sem virðist vera sem svona orðsporsnekkir að hafa látið taka sig einhvers staðar í bólinu eða eitthvað svoleiðis, þú veist, það eitthvað sem að hamlar þeim í að sinna sinni eftirlitsskyldu og þetta setjum við sjóðsfélagar uppi með. Við höfum engan beinan aðgang í að kjósa til dæmis stjórnir í almennu lífeyrissjóðunum. Þetta gert í gegnum stéttarfélögin og samtök atvinnulífsins og sjóðsfélaginn sjálfur, hann hefur enga réttarstöðu eða hefur enga möguleika á að kalla eftir ábyrgð stjórnenda, hvorki á lífeyrissjóðum, eða kalla eftir því að lífeyrissjóðunir sæki, lögsæki þá sem að undir rökstöddum grun verið að hafa gert eitthvað misjafnt eða sem að getur ekki talist eðlilegt. En SA með helmingina fulltrúanum í lífeyrissjóðunum, eða flestum. SA ekki lýðræðislegt félag, hefur sá flest atkvæði sem að borga mestu félagsins, þannig að það ríkustu ráða félaginu. Þetta er ekki félag allra sem í fyrirtækjarekstri, þetta bara félag og hagsmunagæsla allra stærstu eigenda, allra stærstu félagana og ríkustu fjármagnseigenda. Þau velja helmingin af stjórnarmönnum í lífeyrissjóðunum. Er ekki líklegt að sá hluti þeirra sem í stjórnum lífeyrissjóðana sem kom frá SA séu svona hluti af við strákanir hópnum? Já, sjálfsögðu, en það tengjast mörg þessara mála einmitt hópi fólks sem að verðist svona flakka á milli bæði fyrirtækja og samtaka eins og til dæmis fyrrverandi framkvæmdastjóri Lindarvatn er nýráðinn lögmaður viðskiptaráðs. Hann var í lögmaður eða í lögmannateymi Icelandair. Þessir líkistjórnendur sem að tengjast Lindarvatnsmálinu viðskiptum við Icelandair þeir hafa verið síðan ráðnir yfir til SA. Icelandair er náttúrulega mjög stórt fyrirtæki, mjög ráðandi innan SA og SA er síðan aftur mjög ráðandi inn í lífeyrissjóðakerfinu. Þar kom til dæmis mjög mikil þrýstingur á því að það er tekið þátt í hlutafjárútboði og ekki bara það, heldur sko það sem margt ótrúlegt sem að held ég að fólk áttar sig oft ekki á sko hversu langt er gengið til þess að komast í þessa lífeyrissjóð okkar að það, til dæmis fyrir hlutafjárútboðið í Icelandair að þá fyrir lagabreytingi gegnum þingið til þess að liðka fyrir þáttöku lífeyrissjóða í hlutafjárútboðum. Og þetta gömlu lögunum þeir máttu ekki taka þátt í. Nei, að því að og áhættusöm fjárfesting eða hvað. Þetta var skal ég segja þér bara út af eðli þessa útboðs og þessara viðskipta að þá töldu menn að lífeyrissjóðir hefðu ekki það lék vafi á að þeir hefðu heimild til þess að taka lagalega heimild til þess að taka þátt í útboðinu, það sem var svona það er svona ákveðin form á þessum viðskiptum sem ollu því, en það var bara lögunum breytt. Stjórnmálaarmur SA, getur við sagt, Sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið fyrir því. Já, allavega eins og sé, hann breytir ekki lögum einn, en sem sagt en hann þarf náttúrulega væntanlega sína meðflokka til þess að klára það, en það skiptir engu máli hvað þú bendir á að þú nærð engu í gegn hjá lífeyrissjóðum. Þú veist, það er breytingum. Nei, þetta er svona ég er búin að reyna að fara báða leiðir. Ég hef talað mikið fyrir því að lífeyrissjóður komi á fjárfesti til dæmis í innviðum eins og húsnæði, uppbyggingu og hjúkrunarheimilum eins og flest allir lífeyrissjóður í Evrópu gera. Lífeyrissjóður til dæmis í Sviss eru með yfir 20% af öllum eignum sínum í uppbyggingu og húsnæði, leiguhúsnæði og svo framvegis. Í Skandinavíu er þetta í kringum 10% að heildareignum og til dæmis í Danmörku þá er stærsti lífeyrissjóður þar og stærstu lífeyrissjóðurinn þeir eru með 10% og eru líka að byggja hjúkrunarheimili. Ekki að því þeir eru að gefa peninga
vegna þess að þetta góð og örugg langtíma fjárfesting sem að gagnast bæði samfélaginu og sjóðsfélögum. Og þar með líka lífeyrissjóðnum sem langtíma fjárfesti, því að Akkúrat. langtíma fjárfesti verður að gæta því að samfélagið sem hann að fjárfesta innan sé heilbrigt og gott. Og líka það er mikill ávinningur í því að fólk hafa aðgang á öruggu og hagkvæmu húsnæði sem náttúrulega hluti af góðum kjörum og lífskjörum okkar til framtíðar, ekki bara núna, heldur bara alla ævina, að hafa aðgang að öruggu, hagkvæmu og góðu húsnæði og þetta skilja lífeyrissjóðirnir úti. Og þeir skilja þetta með þess að það vel að nýjir eigendur heimstaðin eða gömlu heimavalla eru til helminga norskur, auðkýfingur og sænskir lífeyrissjóðir. En íslenski lífeyrissjóðir vil ekki snerta á sem með priki. Þeir eru tilbúin til þess að fjárfesta í regin og okkur svona félögum sem eru eiga fleiri þúsund fermetra af tómu iðnaðar- og atvinnuhúsnæði en hafa aldrei viljað koma inn á þennan markað. En þeir eru alltaf tilbúin til þess að líta undan með að verið þeirra svindla á þeim og bara þjóðinni og okkur sjóðsfélögum í einhverjum svona fléttum inn í hlutafélögum þar sem þeir eru algjörlega óvirkir eigendur. Hverju svara lífeyrissjóðirnir þegar þú biður þá að fjárfesta í íbúðarhúsnæði eða hjúkrunarheimilum? Það misjafnt. Mér finnst reyndar viðhorfið hafa breyst til hins betra en fyrstu árin var það orðsporsáhætta. Sem hver? Hún náttúrulega engin, þú þarft náttúrulega að hafa orðspor til þess að Hvað segja þeir? Hvernig geti orðspor lífeyrissjóðanna versnað ef að þeir myndu byggja upp leigufélag? Já, sko, það alltaf fyrst og fremst að vera hluti af sem eigendur að það geti falið í sér orðsporsáhættu að þurfa að henda einhverjum út og reka hann úr íbúðinni ef hann borgar ekki. Þeir fjárfesta í tryggingafélagi sem að neitar að borga mér tryggingar? Já, og sömuleiðis líka veldur því að fólk jafnvel þarf að Þeir fjárfesta í bönkum elta slysabætur Þeir fjárfesta í áralangt. bönkum sem að taka íbúðir af fólki? Já, og þeir ganga sjálfur mjög harkalega gagnvart fólki sem að stendur ekki í skilum eða ábyrgðarmönnum sem að hjá fólki eða nátengdum fjölskyldumönnum sem að hafa lent í vandræðum og veira sér ekki við því. Ég ætla ekki ekki allir lífeyrissjóðir, veira sér ekki við því að selja von á fólki. Þetta ganga gríðarlega hart fram. En síðan oft á tíðum, og ég hef mörg dæmi þess, og myndi ekki tala þetta svona nema að geta sannað það sko með fjöldamörgum dæmum. En síðan aftur á móti hefur eftirgjöfin varðandi fyrirtæki ef illa gengur eða fyrirtæki þurfa að fá eitthvað afskrifað eða þarf eitthvað svona víla og díla, þá nú yfirleitt annað upp á teningnum. Þetta hefur þetta viðhorf og þessi hroki og þetta yfirlæti stjórnenda gagnvart sjóðsfélögum, það hefur örlítið lagast, ég skal alveg gefa þeim það, þetta hefur lagast, en það hefur ekkert breyst. Þetta sama eins og þegar kemur upp þetta... Það ekki jafn hrókafullt nei en þú verður samt nei. Já, allir ekki þannig. Það breytir einhversum. Já, eins og þegar þetta umurlega mál og hrikalega mál kemur með Vítalíu, Potta málið, að þar tengdust náttúrulega stjórnarformaður Festis og lífeyrissjóðirnir höfðu vitneskju að hann var viðreiði málið og höfðu vitneskju alvarleika þess en það var, og ég bara veit það sjálfur, það var það átti ekkert að gera í þessu nema að kæmi í fjölmiðlum. Hann satt raunverulega í skjóli lífeyrissjóðanna í Festi sem eiga langt yfir helminginn af Festi lífeyrissjóðir. Ég held þessi nær 70% en heldur en 60. En þú skilur að þarna sko virðist einhver svona óskráð stefna að gera ekkert í málunum nema það komist upp og gera ekkert í neinum málum sem komast upp nema þau komist upp og verði að fjölmiðlamáli. Þá fjölmiðlamáli í Kveik eða RÚV, það sé ekki ná að stundiskrifa það.
Nei. Það verið, enda sko, já, þetta er bara kúltúrin. Já. Og þú veist, við getum talað lindarvatnsmáli, við getum talað íslenska orkumiðlun, við getum talað miklu stærri mál sem eru nær okkur í tíma, eins og þegar að Bakkavör var seld, Bakkavarárbræðurum aftur, og það er allt sem að öskrar á það að lífeyrissjóðirnir hafi verið plataðir og það hafi verið markur í missunni í þeim viðskiptum. Það er ekki til þess að kanna það. Nei, það er ekki eins og kannað. Og þarna voru einhver 800 milljónir undir eða 100 milljónir eða 1 milljarður. Þarna voru 50-60 milljarðar undir. 50-60 milljarðar sem þeir urðu af til bræðrana og gerðu þá einum ríkustu mönnum Bretlands á þeim tíma. Og já, þetta mál, gjaldmiðlabraski fyrir hrun, öll hrunmálin, þetta ekkert bara bankahrunið, þetta eru fullt af málum sem hafa komið upp eftir hrun sem að orka mjög tvímælis. Bruðlið í kringur rekstur Framtakssjóðs Íslands sem að hélt á eignum í 2 hlutafélögum árum saman og var að borga og halda upp í starfsemi fyrir sko 100 milljóna á ári. 100 milljóna. Ég held að kostnaðurinn hafi verið eitthvað milljarður yfir 3 ára tímabil bara við að halda utan bankainnistæðu fyrir söluna á minnum í Promens 2014 og Advania og halda utan einhverjar leifar af Icelandic. Þetta var eitthvað svona, sem að starfsmaður í okkur lífeyrissjóði hefði getað sinnt sem kannski 20% starfi. Já, þeir hefði getað leyst upp Framtakssjóðinn sko miklu fyrr. Þetta er bara, og svo, þegar maður talar þessar hluti. Þú segir þeir. Það hljómar alltaf að það sé svona eitthvað tiltekinn hópur. Já, sko, ég hef ekki, þegar ég tala lífeyrissjóðina, þá tala ég svolítið kerfið. Vegna þess að þetta er svolítið svona sama saumað, skilurðu. Þetta er svona, það er enginn sem sker sig úr. Hvað er stór hópur sem að stýra lífeyrissjóðum? Þetta er 50 manns, 500 manns? Eru 25 manns sem eru valdamestir? Eru 3 af þeim sem leggja línunar? Það var alltaf sagt að framkvæmdastjóri lífeyrissjóðs VR hefði svona lagt línunar hérna fyrir hrun. Að ef hann fjárfesti í ykkur þá koma allir hínur eftir. Já, sko, fyrir hrun þá unnu sjóðirnir saman og það var svona og það var að bera þetta saman ef þú skoðaði sko yfirleitt við 20 stærstu eigendur, 20 stærstu fyrirtækjana. Þá sá maður það ef Lífeyrissjóður Verslana bætti vissi í Kaupþing eða Existu. Þá kom hínur eftir. Já, þá kom Gildi. Þeir hreyfðu sig bara mjög svipað og og virtist svona vera mjög svona samstíga og svo voru kannski einhver aðrir sjóðir sem voru pínu samstíga en þetta er sko já, þetta er svona þeir eru ekki alveg samstíga en þeir eru þó samstíga í því að þeir eiga allir hlut að máli og hafa allir sömu hagsmuni að gæta. Þeir eru allir samsekir í því að leita ekki réttarsins í lindarvatnsmálunum. Vegna þess að þeir voru allir og eru allir hluthafar þó að þeir hafa ekki tekið þátt í hlutafjárútboði Icelandair síðast þá til dæmis á Lífeyrissjóði Verslana held ég eitthvað 1% eða eitthvað það bil og þar alveg hluthafi og sömuleiðis líka allir aðrir lífeyrissjóðir þeir eru allir meira og minna eigendur af einhverjum hluta í flestöllum skráðum fyrirtækjum. Það var svipað smekk á fjárfestingum að þessu leyti akta svipað gagnvart stjórnendum beygja sig allir undir svona línuna sem að minni hlutafjárfestar leggja sem er stæðsti einkafjárfestirinn, hann stýrir fyrirtækjunum að sömuleyti þá akta lífeyrissjóðirnir allir eins. Þess vegna ég spyrja taka svona lífeyrissjóða heiminn á Íslandi hvað er það svona stór hópur sem að þú myndir segja væri svona valdamestu mennirnir á bakvið lífeyrissjóða? Þetta eru 10 framkvæmdastjórar sem ég myndi segja væru mjög sterkir að henni. Ég tók þetta saman, held að þetta séu 96 stjórnendur, eða það sé sko framkvæmdastjórar og stjórnarmenn í lífeyrissjóðakerfinu. Þeir eru tæplega 20 sem eru svona virkir í dag, voru 96 þegar mest lét á sínum tíma og sem er náttúrulega mjög gott að þeim hafi fækkað. En
þeir eru allavega nægilega stórir að það þarf ekki nema einn lífeyrissjóð til þess að kalla til hluthafafundar í símanum til þess að fá upplýsingar söluna á Mílu, til þess að fá upplýsingar samningin, til þess að fá upplýsingar það eða gera kröfum það að samningurinn verði settur sem skuldbinding í ársreikninga. En það gerir það enginn. Það gerir það enginn. Þegar ég fór til dæmis á ársfund Festi, þegar stóð til að samþykkja að leggja fyrir hluthafafund nýja starfskjarastefnu sem átti að tryggja bónusgreiðslur til æðstu stjórnenda á sínum tíma, að þá sá ég það og við fundum það út að í bókum Vaffer í einhverjum sjóði sem var einhver stærri stýringu áttu við nokkra hluti í N1 og ég bara fekk þá hluti og ég fór á hluthafafundinn vegna þess að ég ætlaði að leggja til að þessi starfskjara tillögur starfskjör til æðstu stjórnenda yrðu felldar og lagði til á móti að ef það ætti að greiða bónus og þá myndi það sama gangi yfir alla starfsmenn svo almenna starfsmenn jafn sem stjórnendur og þar voru lífeyrissjóðunum miklu meira hluta á þessum fundi og það var bara sama að þetta var fellt af lífeyrissjóðunum, þeir greiddu atkvæði gegn eða komu sér saman það að nóga margir skildu fella mína tillögu og síðan aftur samþykkja þessa starfskjarastefnu og það þarf bara einn lífeyrissjóð til þess að stefna stjórnendum Icelandair eða þeim sem að bera ábyrgð til dæmis á þessum snúningi sem var tekin í gegnum Lindarvatn. Það þarf bara einn lífeyrissjóð til þess að stíga fram og til dæmis eins og í Bakkaframálinu, það hefði bara þurft einn lífeyrissjóð til þess að og þeir eru með nægilegt fjármagn og starfsfólk og sérfræðinga til þess að fara í svona málsóknir í það minnsta, láta rannsaka, leggja fram kæru, skoða nánar, kalla eftir upplýsingum, en það bara ekki gert og það þarf bara einn sjóð. Og meira þess að við sem að skipum helming fulltrúa í lífeyrissjóði verslunarmanna að ef að okkar fulltrú myndu fara fram og eitthvað skoðað eða rannsakað þá nóg fyrir SA-arminn að segja bara nei vegna þess að við erum með neitunarvald. Það fellur alltaf jöfnu. Þannig að þetta meinsemd í íslensku samfélagi, þessi stjórnarhættir og þessi meðvirkni og það einmitt það sem einhvern veginn gerir það að verkum að þetta hættir ekki. Ef að lífeyrissjóðirnir myndu standa til dæmis bara í lappirnar og fylgja eftir að mikilli hörku svona snúningum og því sem að hefur svona talist vera svona gráu svæði en gerum ekkert í því, að það væri besta og væntanlega mesta forvörnin sem að hægt var að veita íslenskum viðskiptabröskurum sem að eru bara örugglega heimsmeistarar í að taka svona snúninga á almenningshlutafélögum. En fulltrúar SA í stjórnunum sem eru helmingurinn, þeir koma að inn líklega með þá trú að hlutverk lífeyrissjóðanna séu að, hvernig ætli þeir myndu orða það, örva atvinnulífið og til þess að örva atvinnulífið sé best að styðja einkafjárfesta í þeim sem að þeir vilja gera. Því að lífeyrissjóðin sjálfur að þeir eru ekki góðir eigendur fyrirtækina, þannig að þeir verða að elta stæðsta einkaaðilann og fylgja honum eftir. Þannig að einhver leyti þetta líka bara hugmyndaleg afstaða þeirra sem að koma inn í stjórnum sjóðuna frá SA að besta leiðin fyrir sjóðina, fyrir Ísland, fyrir fyrirtækin, að lífeyrissjóðirnir spili með mönnunum sem að gera þessar snúningar sem þú ert að tala um. Já, og þetta sett upp sem einhver svona göfug markmið. Þetta sett upp þannig að við eigum að vera óháðir. Við eigum alltaf vera að tala um að það er svo gott að vera óháður og síðan eru sett upp tilnefningarnefndir til þess að velja fyrir hönd lífeyrissjóða nóga óháða einstaklinga, þannig að allt verið nóga óháð og ótengt og eitthvað svoleiðis, þegar þetta raunverulega þýðir
að þú ert að færa gríðarleg völd á silfurfati til þeirra sem eru í miklu minni hluta og þurfa eftir sem lífeyrissjóðirnir stækka þá þarftu minni hlut í félaginu til þess að vera algjörlega ráðandi. Sjá nú bara eins og til dæmis í Eimskip þegar að Það nú stóri eða þess að stæðsti einkaaðilinn þó nokkuð stór. Stærri heldur en í Festi eða í dag, Sýn í dag, en þegar að sko fyrirtækið framdi líklega einn alvarlegasta umhverfisglæp Íslandssögunnar með förgun skipa og stjórnendur vissu nákvæmlega hvað klukkan sló í þeim efnum. Ég held að sé engin vafi það. En þá voru lífeyrissjóðirnir í meirihluta. Og hvað var gert? Eru það einhverja breytingar á stjórninni? Eru það einhverja afleiðingar? Engar. Það var ekkert gert. Það eru engar afleiðingar. Og það er ekki eins og þetta sé einhver einn lífeyrissjóður. Þetta eru kannski örugglega 15 pluss lífeyrissjóður sem eiga hluti í þessu félagi og hafa svona möguleika og vald í rauninni til þess að bregðast við eða kalla eftir breytingum. Og meira segja að þessi allra stæðstu, þeir eru í mjög ráðandi stöðu eða bara beita sér, en þeir bara gera það ekki. Og þetta er meiri háttar vandamál í íslensku samfélagi. Og ég held að sko fyrir mig sem sjóðsfélag, ég kafaði mjög langt með í gjaldeyrissamningana sem lífeyrissjóðirnir voru að gera fyrir hrun og með þessa rannsóknarskýrsla Alþingis og með þessa rannsóknarskýrslana sem lífeyrissjóðirnir gerðu sjálfur, þeir vildu ekki að Alþingi rannsakaði lífeyrissjóðina og hlutverk þeirra í bankahruninu og eftirmálum þess að þeir fengu rauninni Alþingi ofan af því að stofna sérstaka rannsóknarnefnd fyrir lífeyrissjóðina heldur fengu að rannsaka sig sjálfur. Og meiri segja í þessari sjálfskoðun þeirra og rannsóknarskýrslu Alþingis að þá kom alveg fram að þessir gjaldmiðlasamningar voru kolólulegir. Bara kolólulegir. Þeir áttu þarna bara ég held að lífeyrissjóður Vestmannaeyja hafi verið með 37% minni af heildareignum í erlendum eignum og lífeyrissjóðakerfið þetta voru ævintýralegar upphæðir en þeir hedsuðu öllum erlendu eignunum sínum með að gera skammtíma gjaldmiðlasamninga á meðan mótaðilinn bankarnir og eigendur þeirra tóku stöðu á móti þeim og gegn krónunni. Það orðað þannig að lífeyrissjóðirnir fjármögnuðu fjárflotta auðu Íslendinga út úr landinu. Nákvæmlega, sem að var til þess að fóru í aflandseigningar sem að síðan sumuleyti komu hingað tilbaka með góðum afslætti. Já, og gerði það verkum að stórir eigendur bankana eins og Ólafur Ólafsson og tengdir aðilar gátu tekið gríðastóra stöðu gegn íslensku krónunni og gegn íslensku samfélagi vegna þess að stöðu taka þeirra gegn lífeyrissjóðunum og bara þjóðinni allri og var á skala sem var langt umfram þeirra skuldbindinga í erlendri mynt. Þetta var og þetta hefur komið í ljós. Mennirnir sem að urðu valdir af hruninu, þeir veðjuðu stórkostlega á hrunið og stórgreiddu á því. Tóku stöðu gegn íslensku krónunni langt umfram skuldbindingar þeirra sem þýddi það að þeir voru að taka þetta stöðu gegn heilu samfélagi, heilli þjóðs og notuðu síðan hagnaðinn af þessum samningum til þess að skuldajafna skuldir þeirra og til þess að geta tryggt það að halda eftir þeim eignum sem þeir þó fengu að halda pluss það sem þau voru búin að koma undan með einhverjum vafasamum hætti og einhverjum fléttum. Þannig að allt þetta hefur ekki kannski verið rannsakað mikið, þetta er vitað, þeir gerðu þetta. Það var ekki hægt að sækja þá fyrir nema brota því sem þeir gerðu vegna þess að það var búið að hámarka allar refsiramma gagnvart þessum aðilum. En varðandi skaðabótakröfur og málsóknir, þá hefur lífeyrissjóðirnir getað sótt sér
gríðarlega fjármuni með því að stefna stórum alþjóðlegum fyrirtækjum sem að bara ábyrgð á því að kvitta upp á falsaða ársreikninga föllnu bankana eins og Kaupþings. Og núna eru lífeyrissjóðirnir viðskiptafélagar sömuleyti sömu mannanna og voru valdir að hruninu eða voru svona hvað við segja, stór playerar í bankakerfinu. Bjarni Ármannsson stærsti einstaki hluthafinn í allavega 2 félögum í Kauphöllinni og Þorsteinn Már sem var bankaráðsformaður Glitnisbanka við fallið stýri Samherja sem í gegnum síldarvinnsluna stærsti hlutafinn í bæði náttúrulega í síldarvinnslunni og svo síldarvinnslan í sjóa og svo eru þeir með Eimskip og það má svona trilla sér niður að þú ert að finna eiginlega sömu persónurnar og voru hér fyrir hrun sem í þessum hlutverku sem við höfum verið að lýsa hér sem að vera stæðsti enga fjárfestirinn í félögunum og raunverulega stýra þeim í krafti þess að lífeyrissjóðin gerir ekki neitt. Þannig að einhver leyti þá hafa lífeyrissjóðir líka reist þessa menn við inn í íslensku hlutverku. Ég meina það gefur auðvitað ég meina þú veist inn í stóðum eru einstaklingar sem að tengjast meðal annars og þeir eru stærstu hluthafarnir í Símanum, í Kvikubanka, í Arionbanka og var á tímabili. Og þarna eru einstaklingar sem að tengjast stórum eða eru til rannsóknar fyrir stór fjársveikamál eftir hrun. Svo til dæmis sölun og skelling út úr Íslandsbanka og það verðist engu skipta fyrir lífeyrissjóðina að taka þátt í viðskiptasambandi og leyfa þessum einstaklingum að vera ráðandi í fyrirtæki sem eru þeirra eigu. Þórður Már sem var í fersti sem núna stemt af lyfjablómi sem mjög athyglisvert mál og tengist fjölskyldu Björns Hallgrímssonar og systkina Kristín Björnsson og fleiri sem ótrúlegt mál alveg og sýnir henni bara hversu harðsvírað og hvað maður að segja hversu menn rauninni ganga langt á þess að skeita neinu þetta er bara mörg að þessara mála sem að ég verið að skoða og benda hér á þetta eru bara þjófnaður þetta eru þjófnaður á skala sem að venjulegt fólk á erfitt með að sko setja í samhengi þegar einhver einstaklingur fær í rassvasan fyrir rauninni bara einhvern snúning upphæðir sem að nema sem að þeir myndi ekki enda starfsæfin að vinna þér inn heil starfsæfi sko 40 og 50 ár á vinnumarkaði tækist þeir ekki að vinna upp þessar upphæðir sem að þessir snillingar eru að hvað segja svíkja. Já, þessi kultúr var nú svolítið í kringum söluna á Íslandsbanka gríðarlegar þóknanir fyrir eitthvað sem að hljómaði eins og verið sagt anskotan ekki neitt bara hringja í viðskiptavini sína eða senda þeim tölvupóst og spyrja hvort þau vildu vera með í því að kaupa hlutabréf almennings í Íslandsbanka á undirverði. Þetta náttúrulega ekki vinna þetta ríkið greiddi 100 milljóna fyrir þetta viðvik. En þetta eru smáurar miðað við það sem að gengur og gerist. Já, ég bara að benda að það verið sami kultúr. Já, þetta er sami kultúr. En þú veist, og þetta eins og segið, þetta með hvað ég hef beitt mér í mörgum málum og beitt mér fyrir því að það verði skoðuð og rannsökuð. Ég reyndi að ég fekk góða lögmenn með mér og nokkra sérfræðinga vegna þess að ég ætlaði að fara sjálfur í málsókn gegn stjórnendur lífeyrissjóðanna út af gjaldmiðlasamningunum fyrir hrun. Þar voru milljarðtugir undir. En ég gat ekki sýnt fram á það að ég ætti hagsmuna að gæta þessi málsaðili. Það erfitt fyrir sjóðsfélaga í lífeyrissjóði sem með 80-90 þúsund einstaklingar sem eiga einhver réttindi á sjóðunum að ég geti sýnt fram á það hvað þessi tiltekni gjörningur skaðaði mín réttindi og hversu mikið upp á krónu og þú veist og þetta er þá kannski eitthvað sem að geti talist í krónum og aurum eða þú veist eða einhver mjög larru uppað en þá þarf ég að ráða mér tryggingastarfræðing og ég þarf að ráða til mér sérfræðingar sem að sko
þetta er bara umfang sem að engin venjulegur sjóðsfélag eða einstaklingur getur nokkuð tíma staðið undir eða Getur þú ekki styrkja og að ferð til þess að gera það í dag? Já, sko, með það sem ert að fara fram gegn, að þá eru þetta bara svo, við vorum að slá á það, sko, varandi, sko, svindli með bakkavarabrifin, eða ég kalla þetta svindl vegna þess að það er allt sem bendir til þess að þarna hafi verið bara eitt stæðsta fjársaukamál Íslandssögunnar, bara sko, 50-60 milljarðar eða meira. Þetta eru svo skuggalegar upphæðir og svo mikið undir að þarna hefði kannski kostað mögulega 70 eða 100 milljónir að sækja slíkt mál og það eru örugglega varlega áætlað, en þó að hagsmunirnir hafi verið gríðarlegir fyrir til dæmis lífeyrissjóðina að allavega koma þessu eitthvað af stað og rannsaka. En ég sem sjóðsfélagi í svona kannski smærri spillingamálum, ég á svo erfitt með, ég get ekki einu svona sýnt, sko, ég hugsa ég ekki, sko, allir málum mínu er bara að vísa frá vegna þess að ég var ekki, sko, talið málsaðili þó ég sé sjóðsfélagi. Það er til eitthvað sem heitir hópmálsókn. Já, svo komu lögum hópmálsókn seinna. Þetta var eftir að þau komu svo síðar eftir að, ég held að, hvenær er það, 2013-14 eða eitthvað. En mér finnst þetta mjög áhugavert og alveg sama hvort það voru eftirlitsaðilar og og ekki var fjármálaeftirlitið skárra vegna þess að ég sendi töluvert af gögnum þangað og meira að segja í einu málinu vorum við með ég veit ekki svo sem hvað ég má segja, en við vorum með mjög áreiðanlegan vitnisburð mjög alvarleg brot og við fórum með þetta fyrir að hluta til fyrir Landssamtök lífeyrissjóða og síðan þáverandi stjórn lífeyrissjóðs-Verslunarmanna. Það kom ný stjórn í dag sem ég reynda bind aðeins meiri vonir en eins og ég segi mér er boðið góðan daginn en það breytist ekki neitt. En það var aldrei neitt gert. Það er fólki fannst þetta alvarlegt og svo maður bara spyrur okkur kærur þetta ekki til lögreglunnar. Það er enginn að sinna eftirlitsskyldu sinni, sko, með þeim hætti sem það átt að gera, þú átt að fylgja þessu eftir, en það er bara, þetta er svo ótrúlegt einhvern veginn að upplifa þetta svona sterkt og ég er alltaf örugglega að hugsa til vinkonum minnar en að Dísu, Herdísar Drafnar Baldursdóttir sem skrifaði ritgerð tengslanett valda með áherslu á lífeyrissjóðuna og verkalýðshreyfinguna og hlutverk þeirra sem eru bara hluti á spillingunni, bæði meðvitað og ómeðvitað og svona hversu ríkt þetta er og það sem hún gekk í gegnum og þó að það hafi verið aðri tímar þá er þetta bara nákvæmlega eins. En í ritgerðinni hennar þá er hún að leiða líkum að því að tengsl verkalýðshreyfingarinnar verkalýðsfélagana við lífeyrissjóðana muni spilla verkalýðshreyfingunni sjálfri. Að það leiði til þess að verkalýðshreyfingin sjálf tekur hagsmuni sem eru hagsmunir fjármagnseigenda út frá tengslum forystufólks í verkalýðshreyfingunni við lífeyrissjóðana og hagsmunir hlutafjáreigenda og verkalýðsins fer ekki saman. Nei, var það raunin og er það raunin? Já, ég myndi segja það. Það hafi verið raunin. Sko, ég var spurður að því daginn hvort að mér fyndist þessi mál í kringum Eflingu og uppsagnir og skrifstofun og fleira, hvort þetta hafi skaðað verkalýðshreyfinguna og hvort að þetta muni valda verkalýðshreyfingunni skaða til lengri tíma og hvort þetta taka mark á henni og svoleiðis. Ég hugsaði þetta svolítið að því að þetta var svona merkilegri spurning heldur en ég bjóst við vegna þess að ég áttaði mig svolítið á því að jú, þetta mun hafa áhrif á okkur og það sem við erum að gera. Ég held að það sé alveg
ég held að það sé ekki að neita því að þetta getur haft áhrif, hversu mikil ómögulegt að segja, en ekkert í líkingu við skaðan sem ég myndi segja að aðgerðaleysi og svona einmitt þessi tengsl verkalýðshreyfingarinnar við fjármagnið í gegnum lífeyrissjóðina hefur lamað og veikt hreyfinguna síðustu áratugi, sem að hefur mögulega valdið verkalýðshreyfingunni og verkalýðsbaráttunni meiri skaða heldur en nokkuð annað í sögu hreyfingarinnar, vegna þess að við erum með kynslóðir af fólki sem að hefur aldrei farið í verkfall, það veit ekki hvaðan þessi réttindi koma, það hefur aldrei fundið neitt samhljóm eða tengingu við verkalýðshreyfinguna, og þeir sem að höfðu þessa tengingu mistu algjörlega trú á henni, hún bara slitnaði og verkalýðshreyfingunni var sama, henni fannst bara fínt ef að mættu fáur á fundi vegna þess að það hélt svona ákveðinni elítu bara við völdin. Klíkuvæðing og allt snerist að byggja upp sjóði, lífeyrissjóði og komast í einhverja bitlinga, klára kjarasamninga, en alltaf einhverjum forsendum sem snerist að einhverjum svona valdastrúktúr sem átti síðan að ná einhverju hámarki með einhvers konar norrænu módeli þar sem að vægi alþýðusambandsins átti að verða alveg gríðarlega mikið og ákveða hvað væri til skiptana fyrir samfélagið og við myndum síðan skipta því. Megnið því sem þú ert að lýsa þarna gæti alveg hafa gerst án tengsla verkalýðshreyfingarinnar við lífeyrissjóðina. Það svona klíkuvæðing verður eiginlega til alls þar sem eru til félag og svo líka það sem átt að vísa til þessi sjóðamyndun innan félagana sem hefur ávaxta sjúkrasjóði og félagssjóði og eitthvað fleira og ég hef nú skoðað einhverja reikninga, þú veit náttúrulega eftir í VR að stundum eru sko fjármagnstekjur félagana hærri heldur en félagstekjurnar. Þannig að þeir sem eru að stýra slíkum batteríum að þeir náttúrulega fara smátt og smátt að líta á sig sem svona fjárfestingasjóði sem að allir peningarnir koma bara með því að fjárfesta sjóðinu sem mest og þá þarftu eiginlega að eyða sem minnstu, þú mátt ekki eyða miklum peningum í einhverja stéttabaráttu eða hagsmunabaráttu, þannig að borga sig bara að halda þessu gangandi því þá gengur félaginu best. Maður getur alveg séð að þetta geti þróunin verið án tengslana við lífeyrissjóðina, en hver þá tengsl lífeyrissjóðina við þessa, hvað ég að segja, kæfingu verkalýðshreyfingarinnar? Sko, auðvitað gæti þetta raungerst án tengslana við lífeyrissjóðina. Ég verið þeirra skoðunar að það sé alveg jafn mikilvægt að aftengja verkalýðshreyfinguna úr stjórnum lífeyrissjóða eins og atvinnulífið. Og það hefur bara verið mín einlæga skoðun. Og það sem að til dæmis tökum bara eitt dæmi, það sem gerist eftir hrun þegar að Jóhanna Sigurðardóttir leggur til að verðtryggingin verið til dæmis tekin úr sambandi vegna þess að þarna lá fyrir að krónan hafði hrunið og þarna var verðlag að fara margfaldast og rauninni vorum að fá sko vaxt- og verðbólguskot sem að átti sér alla fordæmi og það var fyrirséð. En þarna var í sjálfum sér tekin ákvörðun og það var einmitt verkalýðshreyfingin og forystu Alþýðusambandsins undir forystu Gylfa Arnbjörnssonar sem tekur þarna ákvörðun eða beitir sér sérstaklega gegn því að þetta verið gert til að verja lífeyrissjóðana, til að verja kerfið og síðan hefur í sjálfu sér þegar lífeyrissjóðakerfið og þessi brjálæðislega sjóðsöfnun sem á sér stað þar verður svona, hvað segja, alfa og omega alls svona, hvað segja, starfsins innan verkalýðshreyfingarinnar og fólk sko búið að loka sér svolítið af í leiðinni. Ég fann að þegar ég að koma inn í stjórn VR 2009 að þetta voru aðal bitlingarnir að komast inn í stjórnir lífeyrissjóða. Þetta var svona, þú veist, topp. Var það gaman að vera í herbygginu þessum ákvarðanir teknar? Þóttu þú takið það ekki? Já, ég held þú getið lýst þess ágætlega. Þú veist, þetta þótti mjög fínt, virðulegt. Þú hefur ekki ári vegna þess að svona megin línunar eru löngu lagðar. Gætirðu beint peningum þannig að þeir eru fjárfest í fatarheinsun frændaðis? Nei, líklega ekki.
Nei, mér finnst það ólöglegt. Þú er örugglega búin að klóra einhverjum öðrum á öðrum bökum og mun stærri bökum heldur en þínum til þess að fá okkur slíka bitlingar. Ég held að sé ekki svona persónulegt endilega í gangi hjá þeim stjórnarmönnum sem sita þarna núna. Getur það verið, Ragnar, að þú ætlar að segja að það hefur verið eftir svona verðast að komast í lífeyrissjóð. Getur það verið að fólk sem að starfaði í verkefnishreyfingunni hafi þótt fínna kompani að vera með félögum í SA, betur klætt fólk? Þetta þá er ég talað bitlinga, ég er ekki talað í því formi að þú fengir eitthvað sérstakann fjárhagslegan ávinning annað en ágætlega að borga fyrir hvert settin fund, ekkert meir en það. Spurningum virðingu og þetta er eins og Herdís skrifaði að þú ert eftirsóknarvert að vera hluti á einhverju valdatæki sem að þú ert mjög mikilvægur hluti af. Það er mjög mikilvægt að hafa fólk í kringu sig sem að er ekki það sterkt mótvægi að þeir sem að vilja ráða, að þeir ráða rauninni öllu vegna þess að þú hefur bara einfaldlega ekki þekkingu til þess að véfengja það sem er lagt á borðið hjá þér. Og þetta þykir bara mjög fínt og þeir eru vel tekið, skilur, og þú færð að vera svolítið svona með í með svolítið aðalnum, skilur. Það voru ferðirnar og það var ýmislegt svona sem að fylgdi þessu. Og fólk féll fyrir þessu ummörkum. Já. Og ég held að þetta sé ekki svona í dag en þetta var þannig og þarna varstu bara ómeðvitað bara hluti af kerfinu. Það er mjög ójafn leikur að vera í stéttarfélagi og þú situr í stjórn lífeyrissjóðs með enga kannski þekkingu á verðbréfaviðskiptum eða fjármálamörkuðum eða svona fjármálasnúningum. Þú ert með fullt af sérfræðingum í kringu þig, bæði starfsfólki og síðan kannski stjórnarfólki sem er öllum hnútum kunnugt í þessu öllu saman, veit alveg nákvæmlega hvernig hlutinni virka. Þó að þið gruna að þetta væri eitthvað bóið við þetta, þá ertu raunverulega ekki í aðstöðu til þess að ná fram breytingum á móti þessu afli. Hvorki aðstöðu til þess að ná fram breytingum né rauninni sinna eftirlitsskylduðinni. Og bara það að fá inn fyrir okkar hönd inn í lífeyrissjóðinn nægilega öflugt fólk sem er ekki litað af, bara norminu og spillingunni í fjármálakerfinu, bara fá inn nægilega öflugt fólk sem er nægilega, sem er raunverulegt mótvægi við hvað er þetta að finna það fólk? Það er erfitt að finna þetta fólk og það er erfitt að fá það í svona stöður og í svona starf og síðan þegar að eins og það sem gerist til dæmis þegar stjórn lífeyrissjóðs Vestfjarða tekur ákvörðun að taka ekki þátt í hlutafjárútboði Icelandair. Það er vegna þess að verkalýðsarmurinn okkar tók ákvörðun að vel ígrunduðu máli. Það var engin fjárfesting fyrir skoðu svona mikið. Tók bara mjög upplýsta ákvörðun að áhættan væri einfaldlega mikil í að taka þátt í þessu hlutafjárútboði. Það væri bara peningunum væri betur varað fjárfestingu sem landsstaðar. Og þannig féll þetta mál á jöfnu, þar sem að fjöldi mála hefur fallið á jöfnu á hinn veginn. Það hafði bara varla gerst fyrir nokkrum árum síðan að það veri greitt atkvæði mál á stjórnarfundum bara hjá Lífeyrissjóði Vestfjarða. Bara fáheyrt bara ekki gerst. En þetta fór að gerast þegar við fórum að gefa þessu meiri gaum. Og þegar að okkar stjórnarfólk, bara eftir bestu samvisku, tekur þessa ákvörðun, það fer allt á hliðina í samfélaginu. Það var allt brjálað. Samt voru talsmenn samtaka atvinnulífsins og alls konar lobbyistar að tala fyrir mikilvægi þess að lífeyrissjóðirnir kæmu inn með fjármagn. Meira þess að fyrrverandi stjórnarformaður Lífeyrissjóðs Vestfjarða, Guðrún Hafsteinsdóttir, núverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sem var stjórnarformaður Lífeyrissjóðsins, meira þess að talaði fyrir því að var hneykslast á verkalýðshreyfingunni að vera á móti því að það er fjárfest í Icelandair og hvatti til þess að verja störf sem að Lífeyrissjóðum er bara algjörlega óheimilt að gera, að fjárfesta í fyrirtæki til þess að verja störf. Þeir hafa bara mjög
skýrar kríteríur að vinna eftir. Að það að, sem sagt, að ávaxta fjármuni sjóðsins eftir ákveðnum reglum, eftir ákveðnum siðferðislegum viðmiðum og svo framvegis. Og þetta var eiginlega svona, þú veist, við fengum fjármálaeftirlitið á okkur, ég fekk fjármálaeftirlitið á mig að því ég hafði skoðun á þessu máli og hvatti lífeyrissjóðina til þess að sniðganga þetta út af bara þeir brutu gegn starfsfólki. Á sama hátt og Halldór Benjamín hvatti lífeyrissjóðina til þess að fjárfesta. Já, en það þótti rannsóknarefni að ég hafði skoðun á þessu og menn settu mikil spurningamerki við þetta og þetta var sama fjármálaeftirlit og fekk upplýsingar frá okkur varðandi Bakkavaramálið, ég fór með gjaldmiðlasamningsmálin til þeirra, ég fór með, ég held ég hafi örugglega sett Lindarvatnsmálin til þeirra, með þess að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra talaði að breyta lögum til þess að lífeyrissjóðirnir fara að fjárfesta meira í grænum fjárfestingum og sagði þetta opinberu vettvangi, það var allt í lagi, en bara því ég hafði skoðun á því hvort ætti að fjárfesti Iceland ekki út af því að þú vildi fara aðra leið heldur en var hinn viðteina leið, það ekki málið? Nei, vegna þess ég taldi og tel og ég get bara sýnt fram á það með rökum að á þeim tímapunkti þegar Iceland brýtur gegn kjarasamningsbundnu réttindum starfsfólks sem við viðurkenndu hafa gert síðar að þá samkvæmt ESG-reglum sem bara alþjóðlegir staðlar bara alþjóðlegir staðlar bara fjárfestingar lífeyrissjóða bara alþjóðlega viðurkennt og það eru fleiri reglur og staðlar sem lífeyrissjóðarnir fjárfesta eftir, þeir mega ekki fjárfesta í fyrirtæki sem framleiða vopn eða stunda barnaþrælkun eða peningaþvætti eða fíkniefnaviðskipti og eitthvað slíkt og sömuleiðis líka eru komin svona sjálfbærnireglur og ekki í rauninni fjárfesting fyrirtæki sem að menga mikið eða brjóta gegn réttindum fólks eða vinna gegn sjálfbærni og svo framvegis hafa samfélagsleg viðmið og svona. Það er komið fullt af reglur og flestir lífeyrissjóðir eru búin að taka þetta upp. Og ég get sýnt fram á það, tel mig geta sýnt fram á það í dag að þarna hafi þetta bara strítt gegn fjárfestingarstefnu sjóðanna að taka þátt í þessu, þar sem að var verið að brjóta á réttindum fólks og það skipti engu máli og þú veist, þetta svona viðhorfið og þetta eru eftirlitsstofnanir og þú veist, þetta gegnum síkt þetta samfélag okkar, þetta eru eftirlitsaðilarnir, þetta eru stjórnendur kerfisins og þú veist En ef þú ferð á móti straumnum og þá færðu á þig rannsókn fjármálaeftirlitsins. Já, ég veit Hvað varð það mál fjármálaeftirlitsins gegn Ragnari Þór Ingólfssyni? Ég veit það ekki, þeir reyndu að fara gegn nokkrum stjórnarmönnum sem við skipuðum efuðust hæfið þeirra og þú veist og þetta var bara mjög ógeðfellt og rauninni bara sýnir rauninni að ef að fólk almennt í okkar samfélag heldur að það sé ekki spilling að hún sé eitthvað minni hér heldur en annar staðar og ég vissi að hún væri mikil áður en ég fór í þetta starf og ég vissi að hún væri mjög mikil vegna þess að ég var búin að garfa svolítið í þessu áður en ég tók við sem formaður VR en eftir því sem maður kemst nær kjarnanum og ég örugglega ekki komin nálægt honum ennþá að þá þetta bara svo miklu verra og svona ógeðslegt samfélagi eins og eitthvað sagði. Já, það þú veist þessi orð styrmis það er ekki viðbjóðslegt eða ógeðslegt það breytir ekki öllu þú veist. Ég man ekki hvort það sagði samfélag eða þjóðfélag. Já, en þú veist þetta eru stór orð og þetta hljómar rosalega illa en þetta svona og það sem ef þetta væri ekki satt þá værum við búin að gleyma þessu núna þetta hefði ekki lifað svo lengi nema þetta satt Já, en þú sérð þetta ekki út í bónus skilur þú ert að versla í matinn eða þú veist eða fara með krakkan á leikskóla eða sækja stelpuna í sangamistans þú veist þetta ekkert bara við hliðina á Samskipti venjulegs fólks á Íslandi ekki ógeðsleg Nei, ég að segja, þú veist, spillingin og þú veist, og þar sem hún þrífst, hún ekkert inn á lager, eða, þú veist, hún ekkert í fatahenginu eða eitthvað svoleiðis, þetta svolítið falið og það þarf svolítið að dusta af þessu til þess að sjá hann og komast að henni,
það eitthvað skrifað þetta en það sem mér fannst til dæmis og finnst oft ótrúlegt að þessi svona meðvirkni og þöggun, hún virðist ná ansi djúpt inn í fjölmiðlana. Ég til dæmis skildi aldrei sko þegar það voru nokkru blaðamenn sem höfðu til dæmis samband við út á Lindarvatnsmálinu og þú veist og einhverju öðru máli líka, manni hvort það var Bakkavar eða einhverju fleiri málum og þú veist og við vorum með í einu máli sem það voru með mjög góðan vitnisburð, tryggan og mjög trúverðugan vitnisburð hluti sem undir öllum velinu kringumstæðum hefðu kallað á lögreglumál og lögreglurannsókn. Og mögulega hefði hún kannski farið af stað ef að Samherjamálið í Namibíu hefði ekki komið upp. Ég veit að þetta var komið á einhver svona skoðunarstig og maður var farin að sjá það að menn gæti ekki sniðgengið þetta mikið lengur. En svo bara gerist ekki neitt. Það og ég skil stundum ekki hvað maður hefur geðheilsu í að vera að standa í þessu. Þú varst áðan að tala svona, maður segi ekki spillinguna þegar maður væri bara út í samfélaginu, en fyrsta spurningin mín var hvernig spillingin væri og þá sagður eitthvað hún var í landlæg. Og mér langar aðeins að velta hvort að sko, Íslands samfélag spillt og sem veldur því að það samangáður setur inn í það verður spillinguna bráð, eða það vegna þess að svona fyrirbrigði eins og lífeyrissjóðirnir sem eru 6.500 milljarðar af ógæfispenningum sem að hanga þarna einhvers staðar. Ég veit ekki hvað það mikið sem eru ný fjárfestingar lífeyrissjóðanna hverju ári. Er þetta ekki 250 pluss milljarðar sem rennir í samfélagið? Sko þetta eru bæði náttúrulega sko mismunur á innstreymi og útstreymi iðgjalda sem eru ég man nú ekki alveg þessar tölur, alltaf sé ekki 70-80 milljarðar sem eru mismunurinn á iðgjöldum og útgreiðslum að lágmarki. Síðan alltaf koma þá nýir inn í samfélagið á hverju árið sem það að finna einhverja leið til þess að fjárfesta. Pluss líka uppgreiðslur og afborganir af lánum, arðsemi af fjárfestingum sem eru náttúrulega gríðarlegar. Þannig að fjárfestingaþörf lífeyrissjóðanna er gigantísk. Og þetta kemur inn, þetta flæðir inn í samfélagið. Er þetta hvatið að spillingu og við þekkjum það alveg út allan heim að það eru dæmi þegar svona halvopinberir sjóðir eru breytt reglur í kringum og menn komast einhvern veginn í það, braskarnir komast í það, saving and loans í Bandaríkjunum sem bara hurfu, byggingasjóðirnir í Bretlandi sem endur til dæmis í Northern Rock sem bara hurfu. Það eru mörg dæmi að þeirra svona sjóðir opnast með einhverjum hætti að þá leiðir það til rillilegar spillingar. Og það sem ég er að velta eru lífeyrissjóðirnir uppspretta spillingar eða er svona mikil spilling í kringu þá og við erum eiginlega búin að fara yfir það, þau spilla viðskiptalífinu og SA og öllu þar í kring og líka verkalýðshreyfingunni. Er þetta spillingar hvatinn og uppsprettan eða er það alveg sama hverju hendir út í Íslands samfélag að það verður jafnt spillt? Ég held að sko ég get ekki sagt að lífeyrissjóðirnir sér rótdalsíls eða spillingar á Íslandi en sko þeir spila sannarlega risastórt hlutverk í að viðhalda spillingu og ýta í sjálfur sér undir hana þegar að eftirlitið eða mótvægið bregst og er ekki til staðar að þá þrífast svona hlutir og blómstra jafnvel og það mikið afl í lífeyrissjóðunum, þetta eru feiknalegi peningar. Já, en sko kraftur fjármagns og kraftur fjármagns og þessu gríðarlega fjármagni fylgir völd en þeim er sannarlega ekki beitt fyrir hönd þeirra sem að eiga fjármagnið. Það sem komast yfir þá geta notað að þeir geta beitt þetta í eigin saman. Þessir fjármunir til dæmis í dag, þeir gagnast mest þeim sem gagnast mest valdsækni þeirra sem að koma inn til dæmis, tryggja
þekktum persónum á leikundum til dæmis á bankahruninu, þessi fjármunir ýta undir og auka völd þessara einstaklinga í íslensku viðskiptalífi og á góðri leið með að hjálpa þeim að ná fyrri styrk og væntanlega fyrra viðskiptasiðferði og þar fram til götunum að því að siðferði mun ekki breytast hjá þessu fólki og þessum mönnum sem að settu hér allt á hliðina. Það er ekkert sem bendir til þess og ekkert sem að hægt að álykta svo að menn komi eitthvað inn í þessa inn í þetta fjármála umhverfi Þú þarft ekki að vera löng rök þetta, ég held að sé enginn sem er að hlusta á okkur sem trúir því að Þorsteinn Már sé núna orðinn góður eða eitthvað svoleiðis, sko. Ég held að sé ekki. Ég held að enginn þessu það voru viðbrögð landsmanna við Íslandsbankasölunni eins og þau voru, af því að fólk hafði ekki nokkra trú á að menninni sem voru þannig á listanum væru einhverju skárri, þau verið líklega verri heldur voru fyrir hrun. Ég held að sé margt sem bendir til þess og þú verð verri ef þú gerir sama hlutun og gerir fyrir hrun með afleiðingarnar sem urðu og þú hefur ekkert lært að þeim og þú ert tilbúin til þess að fórna öllu nákvæmlega aftur eins og þú gerði síðast. Ef þau væru skárri þá væri það ekki business. Og kannski sýndi einhverja iðrun sem ég held enginn að þeim geri. En sko varandi aftur að lífeyrissjóðunum, rótspillingar, þetta er klárlega ekki rótin. En stærð þeirra er svo gríðarleg að segjum að það sé hægt að svindla svona mikið á sjóð sem er 50 milljónir þá er sko spillingin í kringum sjóð sem eru 6.500 milljarðar lítur að vera meiri. Það getur verið stigmögnun. Og það sem er kannski svolítið sorglegt í þessu, nú þekki ég fullt af fólki sem starfar innan lífeyrissjóða. Ég þekki orðið fullt af fólki sem er í stjórnum lífeyrissjóða. Og þetta er ekki slæmt fólk. Þetta er fólk sem er alltaf vilja gert. Þetta er sama eins og í verkalýðshreyfingunni að þó að við höfum verið í mjög hatrum átökum innbyrðis og mikið og óvægin oft orðræða að þá þekki ég engan innan verkalýðshreyfingarna sem að vill launa fólki eða almenningi eitthvað illt. Þetta er bara, eru átök stefnur og þetta er átök völd, hvaða stefnu hver ræður og hvaða aðferðir notum við og þetta er persónulegt og þetta er hatur og þetta er allt það bara, allt bara svona sem er í mannlegu eðli og allt það og varandi lífeyrissjóðana, það er fullt af góða fólki sem vinnur þetta og það er fullt af bráð, skörpu, stálheiðalegu stjórnarfólki sem situr í stjórnum lífeyrissjóða. En kultúrun, þetta er bara alveg svo sjúkt, það fer enginn gegn þessu. Það er enginn einn sem að stígur upp og segja, herðu, ég ætla bara að nota minn rétt sem stjórnarmaður, ég ætla bara að kalla eftir þessum upplýsingum, ég ætla að fara bara public, ég ætla að stíga fram. Hefur til dæmis einhvern tímann heyrt viðtal einhver staðar eða lesið grein gagnrýni á kerfið eða spillinguna sem er skrifuð á stjórnarmanni í lífeyrissjóði? Hefur einhvern tímann heyrt viðtal við stjórnarmann í lífeyrissjóði sem hefur stigið fram og gagnrýnt eitthvað eða verið talsmaður eða svarað fyrir eitthvað? Ekki ég heldur. Þetta er, og innan kerfisins eru einhverjir talsmenn sem eru svona óljósir, virðast hafa eitthvað svona mjög óljóst agenda. Þóri hjá Landssamtökum lífeyrissjóða, Hrafn Magnússon sem var formaður Landssamtaka lífeyrissjóða, talsfólk fyrir svona kerfinu, hversu gott kerfið væri og þetta væri besta kerfi í heimi og þetta er svona einhverjum möntrur sem að hafa ekkert að gera með kjarna málsins og rauninni það sem að lífeyrissjóðarnir ýta undir þegar kemur að spillingunni. Þetta snýst það að stjórnarmenn og þeir sem við felum þá ábyrgð að stýra þessu vinni vinnuna sína og hafi bein í nefinu til þess að skoða, sækja og rækja sína lögbundnu eftirlitsskyldu eins og þeim ber að gera og það, ef það myndi gerast þá getum við breytt lífeyrissjóðunum úr einmitt stóru bákni sem einhvern veginn fóðrar spillinguna yfir það að geta verið þetta tæki og tól sem getur mögulega
alltaf því útrýmdinni vegna þess að sko það yrði hlegið að mér ef ég ætlaði að stefna einhverjum sko forstjóranum eða einhver að þessum klíkum, fjármálaklíkum, ef ég myndi fara bara hérna stóðir, ég bara myndi stefna stóðum fyrir eitthvað sem að þeir hafa gert eða á okkar hlut sem stjórnum þú átt ekki breyki í þetta. En lífeyrissjóðir, með allt þetta fjármagn, alla þessa sérfræðinga, það allir skítræddir við þá og eru þau skítræddir við þá ef þeir myndu beita sér vegna þess að þeir hafa þekkinguna, tækin og tólin til þess að skoða rannsóka, þeir vita þetta allt saman. Þeir bara gera ekki dýri. Og helsta vandamálið í því náttúrulega bara út af þessum helmingaskiptum valda sem eru verkalýðshreyfingin og atvinnurekendur. Það neitunarvald báðum megin. Það þarf ekki nema annan til þess að vera ósammála sem yfirleitt bara SA, sem yfirleitt á móti allir skoðun og þá fellur málið á jöfnu. Og það enginn sem ætlar að fara að trítla út frá þessu borði og fara á torg og segja, herðu, þetta þarf að skoða. Þess að hann er þá bara komin út í kuldan á sínu baklandi. En til að breyta kerfinu þá ertu að breyta því í samningum við ekki endilega. Fyrirtækjaeigendur. Eða með lögum Alþingi. Já, það að gera þetta með tvennum hætti. Það að segja með samningum, við kjarasamningaborðið. Það sem að ég ekki bara upplýsta í kröfugerð VR er að sjóðsfélagi fái aukið vægi við ákvörðunartöku inn í lífeyrissjóðnum. Tvennulegi að sjóðsfélagar fá að kjósa að minnst 2 stjórnarmenn. Ykkar menn. En fyrirtækjaeigendur koma með sína 2. Já, sko, þá sikkvot, hvað ertu að leggja til? Við erum að leggja til að annarkvort verði farið í fullt sjóðsfélagalýðræði og við afsálum okkur skipunarrétti, bæði SA og verkalýðshreyfingin. Við myndum afsala okkur skipunarréttinum á morgun ef að SA væri tilbúin til þess. Bara ekki spurning. Og sjóðsfélagar, raunverulegir eigendur sjóðsins, þeir fái að ráða og reka það fólk sem þeir treysta fyrir að reka lífeyrissjóðinn og verja þá hagsmuni, gríðarlegu hagsmuni sem í húfi. En til vara að þá leggjum við til að hvor aðili gefi eftir 1-2 stjórnarmenn sem eru þá valdir af sjóðsfélögum sem geta þá vonandi riðla þessu þetta bara valda ójafnvægi að vera rauninni með stöðu sem bara default pattstaða ef að kemur upp einhver ákveð. Þetta að gera í samningum en líka þetta að gera þetta með lögum. Ef Alþingi myndi breyta lögum lífeyrissjóði. Það að breyta og þetta tiltölulega einföld breyting og Pétur heitinn Blöndal lagði fram á þingi held ég og ég held sér búið að leggja í þrígang. Jón Þór Ólafsson líka fyrir þingmaður Pírata lagði þetta fram sjóðsfélagalýðræði að það sett í lög að sjóðsfélagalýðræðissjóða kjósi stjórnir lífeyrissjóða. Þetta hefur ekkert neitt teljandi fylgi inn á þingi, það ekki svo. Já, það kom mér á óvart að það var töluverð stuðningu við þetta og til dæmis innan Sjálfstæðisflokksins líka að það var stuðningu við að auka losna við ykkur út úr sjóðunum. Já, en samt það nú bara þannig að það eru þegar að til dæmis sjá þessu Gildi og Birta og fleiri lífeyrissjóði sem hafa saminast úr mörgum lífeyrissjóðum og stjórnkerfið þeirra verður alltaf sífellt flóknari og flóknari og þá eru komið fulltrúaráð og það eru gamall hópur úr sambandinu sem á einhverja nokkra fulltrúa og svo einhverja aðrir og flækjustigið við skipan stjórnar orðið töluvert og sérstaklega verkalýðsmegin sérstaklega þar. Þetta miklu einfaldari atvinnurekendamegin. Þannig að það svo ótrúlega líklegt að atvinnurekendahluti nái algjöru meirihluta innan stjórnar. Það er bara einn úr einhverju gömlu baklandi hjá einhverju gömlu félagi sem hefur skipunum. Því gildir að þannig að það þar koma einstaklingar frá mismunandi landsvæðum og til dæmis get ég sagt að þar situr einn stjórnarmaður sem ætti að vera fyrir launafólk en svo sannarlega þarna inni fyrir atvinnurekendur og Og það þannig í mörgum sjóðum að þeir sem eru
skipaðir af verkalýðshreyfingunni eru mjög að skapi fyrirtækjaeigenda. Já, það mörg dæmi það. Algengar en ekki. Já, frekar. Svo náttúrulega ertu með sko sjóði sem skera sig svolítið úr eins og LSR, bara hvernig hann skipaður, og svo ertu með sjóði eins og VFR eða Lífeyrissjóður Verslunarmanna Life, það sem að eitt stéttarfélag skipar 4 á móti atvinnurekendum. Það sem að félag atvinnurekenda með 1 og samtök atvinnulífsins með 3 og VFR skipar síðan 4. Þannig í öðrum sjóðum það oft þannig að það engin samstaða meðal þeirra stjórnarmanna sem eru skipaðir af verkalýðshreyfingunni og mjög líklegt að 1 eða 2 þeirra séu að spila með þeim sem að SA skipar. Miklu líklegra að brestirnir séu verkalýðsmegin, vegna þess að sko vandamálið líka það að sko til dæmis gagnrýni mín á lífeyrissjóðuna og þetta hvernig þeim stjórnað og bara svona stjórnarhættina, að hún hefur farið svolítið í fólk sko innan verkalýðshreyfinganna eins og ég sé á móti lífeyrissjóðum, eins og ég sé á móti hugmyndafræðinu, ég er á móti lífeyrissjóðum og ég bara sé, finni þeim allt í forróttu en þetta er yfirleitt fólk sem að má ekki heyra hallmæli kerfið, eins og ég segi, kann möndrurnar og þetta er bara sama, þeir sem að hafa farið hæst með möndrurnar voru líklegasti til þess að komast í stöðurnar innan lífeyrissjóðakerfisins og hafa setið það árum og áratugum saman og eru bara orðin einhvern veginn svona samdöin einhverju kerfi sem að bara étur einhvern megin. En við höfum talað um lífeyrissjóðuna hérna og þú verið gagnrýnin, en við höfum ekki talað um svona grunnþætti kerfisins eins og hvort þetta ætti að vera gegnumstreymiskerfið og uppsöfnunarkerfið en eitt slíkt, þannig við höfum bara það er svo allt önnur umræða. En ef það væri þannig að sjóðsfélagar myndu kjósa, þú varst að tala áðan um hversu litla hagsmuni einn aðili hefur, að þú fékkst ekki að stefna neinum fyrir að brjóta gegn lífeyrissjóðnum sem að þú varst í. Það má ætla að þarna verði ekki ýkja mikil kjörsókn. Er ekki svolítið svona háski í þessu að ég geti ekki bara Guðmundur Franklín búið sér fram og Vilhjálmur Bjarnason þingmaður og er ekki hægt af því að oft er það ríkjandi hugmynd í íslensku samfélagi að hægri menn farið vel með peninga sem að nú rannsóknarefni hvernig íslenska þjóðin kemst að því að eiginlega allir skandalar sem að við nefnt hér eru eiginlega verk hægri manna, en samt er þetta ríkjandi hugmynd. Þannig er ekki svolítið hættu því að inn í lífeyrissjóðum eru þau kjörnir innmúraðir og innvígðir sjálfstæðismenn og engengar og svo einhverju rutarar. Jú, það er auðvitað það alveg mikil hætta eins og Þú til að taka þann séns. Já, við gerum það með kjörna fulltrúa á Alþingi og þar situr fólk inni sem að hefur minnstan áhuga á almenningi í landinu og hagsmunum þess og fólkinu og er að verja útgerðina, peninga, öflin, fjármagnið frá morgni til kvölds og við erum alltaf í síðasta sæti. Hlutafélögum í Bandaríkjunum, þá gerist það, af því að það er dreifð eignaraðild, þá gerist það hægt og bítandi að starfsmennirnir taka eiginlega yfir fyrirtækin. En það getur líka þróast þannig að sko framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs Verslunarmanna býður sig fram sem stjórnarformann og smátt er það bara þeir sem að þannig að því að spillingin er til út allt og klíkuvæðingin er til út allt og við þekkjum mörg dæmi hvernig svona fyrirbrigði hafa klíkuvæðst. Það var líka hætt á því að þetta er fyrirbrigði sem ættu sig sjálf með einhver dularfullum hætti. Þetta getur klárlega farið í báðar áttir. Við erum með lífeyrissjóði sem hafa sjóðsfélagalýðræði. Það er íslenski lífeyrissjóðurinn sem er hýstur í Landsbankanum, almenni lífeyrissjóðurinn sem var hýstur í Íslandsbanka en er núna sjálfstæð eining og svo frjálsi lífeyrissjóður sem er inn í Arion. Og þar hefur þetta sko gengið ágætlega. En eins og segið, þar eru samt mismunandi hagsmunir sem koma að sjóðunum sem eru svolítið ríkjandi í stjórnum og hafa svona, eru líklegri til þess að ná framheldur en hitt. Sjóðsfélagalýðræði hefur klárlega kost og galla. En ef við til dæmis horfum á, ég formaður stærsta stéttarfélags landsins, við erum að skipa 4 fulltrúa inn í stjórn lífeyrissjóðsins og ég get ekki séð að
til dæmis sjóðsfélagalýðræði og núverandi fyrirkomulag breytir nokkru mín áhrif inn í lífeyrissjóðunum. Það breytir ekki neinu. Þau breyta ekkert getu minni til þess að geta fylgst með því sem í gangi innan lífeyrissjóðsins, til þess að geta flett upp í ársreikningaskrá, skoðað einhver viðskipti, fengið upplýsingar, vegna þess að ég fæ ekkert að þessu frá lífeyrissjóðunum. Ég garfa bara í þessu sjálfur og ég get alveg gert það hvort sem að við skipum 4 fulltrúa inn í stjórn lífeyrissjóðsins eða ekki. Þannig að sjóðsfélagalýðræði held ég breyti einhver kannski aðhaldið eða möguleika mín og annara sem að grúska í að veita þessum sjóðum aðhald og skoða en ég held að sko miðað við hvernig það að þá alveg þess virði að láta á þetta reyna vegna þess að verkalýðshreyfingin, hún getur líka alveg beitt sig. Verkalýðshreyfingin þú veist, í dag bara, þú veist, þetta peningaleg stórveldi, þú veist, fyrir margar hluta sakir. Við getum haft áhrif á lífeyrissjóðina. Sjálfsög, við getum haft áhrif á kjör í stjórnir, við getum telt fram okkar fólki, við getum mælt með fólki, þannig að sjóðsfélaginn sjálfur, hann svona líta, þessir aðilar þóknast verkalýðshreyfingunni, ég ætla bara að kjósa þá, eða þá að þú veist að ég vil ekki sjá að fíbliðan Ragnar sé nú að vera með puttan í lífeyrissjóðunum okkar og eitthvað svo leys eins og mann hefur nú stundum heyrt ýmislegt og sérstaklega þegar ég náði að kjöra þessu formaður og þá héldu nú einhverjir fram sem að lífeyrissjóðurum myndi nú bara hreinlega þurrkast út. Það væri bara... Þú færi með hann í skottinu og pæjar og jeppa eitthvað upp á fjöll. Já, en þú veist, en sko, svo það sé sagt að staða lífeyrissjóðsins hefur aldrei verið betri og við erum að hækka réttindi núna í annars skipti, en það ekki mér að þakka og það hefur engin áhrif. Þú eru eitthvað fróða þar inni því að hluta til að þessum bættu kjörum ótrúleg eignaból á Íslandi. Ekki bara Íslandi, heldur út allan heim. En þegar þú varst að tala sko, erfiðleikana með að breyta kerfinu og við erum að tala breytt stjórnarkjör og ég held að hlustendur skilji alveg svona ýmsir möguleikar í því og þú til að segja það að það sé vel þess virði að taka áhættuna á einhverjum breytingum því að núverandi kerfi sé ekki slæmt. Nei, sé það slæmt. En núverandi kerfi líka slæmt vegna þess að búið að jörfa lífeyrissjóðina svolítið niður. Þau meiga þetta en ekki hitt og í sömuleyti búið að setja í kringum þá svona reglur. Þannig að þeir þjóni þessu sko, kerfi sem við erum búin að vera að lýsa hérna. Að þau mega ekki, þú nefndir það áðan, að þau mega ekki taka tilliti til hvort að það verði til störf og þeir mega ekki gera hitt og þetta. Þeir mega ekki fjárfesta í húsnæði. Þannig að þeir mega bannað að gera eitthvað sem í dag þykir bara að vera góð fjárfesting, langtíma fjárfesta. Og þannig það búið að svona, nýfrjálshyggju regluvæða þá. Þannig að hlutverk stjórnar manna sé skilgreint, hlutverk sjóðsins sé skilgreint og í sjálfum sér. Þá gengur þetta bara eins og smurð vel í áttina til þess að þjóna þessu sko, samfélagi sem við vorum að lýsa áðan. Og þeir sem að mega vera í stjórn, þú sagðir áðan að vera erfitt að finna einhvern sem að væri rétt sín en stæðis kröfunar. Ástæðan svo að kröfunar það að menn þurfa að vera með sko doktorsprófi í nýfrjálshyggju til þess að fá að sitja hann inn í stjórnunni. Þú þarft eiginlega að vera lögfræðingur eða viðskiptafræðingur, raunverulega búin að ganga í gegnum hækkavel kerfisins til þess að trúa því að ákvarðanir sem eru teknar séu nákvæmlega sömu á að taka, séu nákvæmlega sömu ákvarðanir hafa verið teknar. Já, en sko, þú veist, lífeyrissjóðirnir mega fjárfest í fasteignum, en þessi bara komið þannig fyrir að sko, þeir geta til dæmis ekki gert þess að lífeyrissjóðirnir í Danmörku byggt fasteignir beint og látið sko sjóðsfélagi sína hafa forgangi að komast inn á hjúkrunarheimilið sem þeir byggðu þessu. Þeir þurfa að vera 5 saman út af sko eignatakmörkunum. Það er margt sem að hægt vera að breyta til þess betra fyrir sem að gagnast fólkinu, en það er búið, eins og segja, það er búið að gera yfir sko, ég held ég að tekja það saman 2000 ég fylgdist með þessu 2011, 12 og 13 alltaf reglulega rekstrakostnað lífeyrissjóðuna, yfirbygginguna, hvað er búið að gera margar lag- og reglugerðarbreytingar og ég bara reikna með því að það séu örugglega á 300 í dag sem búið er að gera lag- og reglugerðarbreytingar skyldutryggingar lífeyrisréttinda sem að flest allar snúa því að aðlaga kerfið að fjármálakerfinu og svona þú veist, er inn öllu öðru heldur en sko
almenningi og þörfum almennings og því sem hann að kalla eftir. Og það sem ég tala var þetta sjóðsfélagalýðræðið, auðvitað það ekkert fullkomin leið, en ég held að sé alveg á það reynandi að sem sagt, mögulega að hluti stjórnar lífeyrissjóðanna verði kosið með þeim hætti að sjóðsfélagar hafi þá meira aðgang að svona þessu lýðræði, en síðan það sem við erum líka að leggja til að það er að fulltrúaráð sjóðanna, þú veist, það eru flest allir með fulltrúaráð sem eru svona bakland beggja aðila en bara miklu stærra, svona kannski 25 frá hvorum aðila, 50 manna fulltrúaráð, eitthvað svoleiðis, að það sé eitthvað svona virkt bakland sem að kæmi að öllum stærri ákvörðunum, bæði stefnumótandi og líka stærri fjárfestinga ákvörðunum, sem að hefur til dæmis leitt í þess að ef að Míla hefði, þetta hefði komið á borð að þetta selja Míla út úr símanum, þá hefði svo ákvörðun komið á borð fulltrúaráðs. Sem virka sammiska sjóðsins. Já, eiginlega þannig. Grundvallra ákvörðun. Alveg eins og til og með stjórnir sjóðanna, þau taka kannski ekki ákvörðun smærri fjárfestingar sem eru kannski 100 milljarðar, eða hvað segir bara, að sko, þó að stjórnir sjóðanna sé ábyrga fyrir öllum fjárfestingum, að þá kannski kemur ekki ákvörðun að taka inn á borðin nema að sé kannski milljarður pluss, eða eitthvað slíkt. Og þú veist, þannig að það er bara eftirlitsskyldu með hinu, þannig þau taka ekki ákvörðun fyrirfram, en þau fara yfir það þannig að geta stoppa. Þetta er eins og í verkalýðsfélaginu, sko, við erum með svona styrkjanefnd, litla styrkjanefndin, þú veist, við þurfum ekki að fara með það í stjórnarborðið ef við ætlum að kaupa SAA-álfin eða arband eða 10 penna að styrkja eitthvað 40-50.000, en ef það kemur beiðni upp á 500 eða 1 milljón, þá fer það fyrir stjórnina. Ég ætla að tala núna að beina talinu ekki fara langt, heldur bara aðeins að horfa á þetta frá annar hlið. Þú tókst þátt í búsöldabyltingunni, tókst þátt í að búa til hagsmunasamtök heimilanna og tókst þátt í ykkur svona baráttu. Og hefur síðan raunverulega verið svolítið að glíma borgarhreyfingunni, verið að glíma við pólitíska afl. Upplifir þú að stjórnmálun í Íslandi séu spilt? Já. Það upplifi ég og ekki bara stjórnvöldi, heldur bara líka allt stjórnkerfið og það er eiginlega ótrúlegt að vera vitnaði að sitja í nefndum og ráðum, semjum eitthvað við til dæmis ríkjandi öfl, eins og bara til við tókum síðan bara lífskjarasamningin, sitja síðan með fulltrúum frá fjármálaráðuneytinu sem að rauninni bara eyðileggja allt, eða skilurðu, hvað maður að segja, svona ekki tillögur að staða, þeir eyðileggja það ekki. Nei, en sko, þú veist, ég meina, þú semur til dæmis það að nú þurfa að fara til dæmis í verðtrygginguna, að verðtrygging neytendalána, þessi glæpa lán, að þau verði bara bönnuð í eitt skipti fyrir öll. Og það farin einhver málamiðlun og síðan allt í einu færðu símtal og sagði bara, ok, við semjum við ríkisstjórnina að þessi lán verði bönnuð í eitt skipti fyrir öll. Það er samið þetta og síðan á að fara að uppfylla þetta samkomulag og þá að kalla til einhverja fundanir í fjármálaráðuneyti og þá bara, sagt, og við teljum okkur að við séum bara að fara að klára einhverja útfærslu að leiða því markmið sem samið var Við tókumst í hendur þetta fyrir stuttu síðan. En þá byrja ballið. Þá sem sagt í sjálfu sér mætur hersingu eða einstaklingum sem að virðast hafa það eina markmið að koma í veg fyrir að það séu einhverja líkur á því að þetta náist í gegn. Vegna þess að þetta þóknast að sjálfsögðu ekki fjármálakerfinu eða auðvaldinu eða hvað við að kalla það að þessi lánaafur sé bönnuð á Íslandi að hún verði leyfð áfram á Íslandi þó hún sé bönnuð allstaðar annar staðar í siðmenntuðum ríkjum og löndum og þú veist ástæðan fyrir ég tek bara verðtryggingun bara þetta eitt af mörgum dæmum við getum heimfært nákvæmlega þetta atriði við svo ótalmargt Þau sviku allt sem við lofuðu leigjendum í tengslu við lífskjarasamninga? Já, og við höfum kallað eftir aðgerðum fyrir fólkið, fyrir heimilin, bæði út af heimsfaraldrinum og út af fyrirleggjandi verðbólgu skoti og svo framvegis og það virðist bara og
miða við dekrið í kringum til dæmis atvinnulífið og það gríðarlega fjármagn sem þangað hefur farið að þá bara hagsmunagæslan og spillingin. Þú veist, aldrei... Fólk gengur í ríkissjóð með svipuðum hætti og lífeyrissjóðuna sem það verið að nota lífeyrissjóð til þess að móka peningum til fyrirtækjaeigenda. Blasir náttúrulega við. Þetta bara blasir við. Svo kvótakerfið. Ég meina, sjá bara nærtækt dæmi, þú veist, grásleppuna, fiskeldið. Þetta bara úthlutað einhverjum gæðum það sem einhverjir labba í burtu með milljarða, borgunarmálið, eignirnar sem voru inn í seðlabanka, húsnæði sem var seltin úr íbúðalánarsjóði, íbúðirnar sem voru teknar á fólkinu og komið fyrir réttar hendur, af því það var ekki hægt að því að ríkið mátti ekki leigja íbúðir, ríkið mátti ekki eiga og leigja íbúðir, það bara, nei, við megum þetta ekki, við verðum að selja þetta. Og við megum ekki ennþá vita almennilega á hvaða verði þessar íbúður fóru, hver fenguðu að kaupa þær og hvar þær enduðu síðan. Hvern skipti sem við sjáum aðeins ofan í það að þá það eitthvað rillingur? Þegar það var búið að taka alla bestu bitana og eina sem stóð eftir voru einhverjar eignir sem enginn vildi eiga, þá var hægt að stofna leigufélag. Þá gat Húsnæðis- og mannvirkjastofnun eða áður Íbúðalánasjóður, þá sem sagt var hægt að taka þær eignir og stofna sérstakt leigufélag út úr þær. Hverju er þetta að lýsa? Er þetta að lýsa Sjálfstæðisflokknum eða eru öll stjórnmálin svona? Ég ger ekki greinamun á flokkunum í þessu Píratarnir hljóta að sleppa, þeir eru aldrei sett í stjórn. Nei, en þú veist, mun eitthvað breytast sko þegar að þú veist, það munur á því hvort þú þekkir til spillingar einhvers eða vantrust þitt á því að þú reikna með því allir verði svona. Kannski vantrust mitt á stjórnmálunum náttúrulega bara mjög mikið. Þú veist, maður hefur bæði í gegnum kjarasamninga og samtali stjórnvöld upplifað ekkert nema svik og óheiðarleika og þegar þú upplifir og þín upplifun af stjórnmálunum ekki önnur og þetta bara í gegnum starfið mitt. Síðan ef ég horfa á mig sem kjósandi, þá það engu skárra vegna þess að það öllu lofað og ekkert gert og það sem á að gera verður ekki gert og það sem að sagt að það eigi að gera eða fara eða í hvað átt á að fara, þá að fara eitthvað allt annað. Ég meina, við vorum með ríkisstjórn sem að síðustu ríkisstjórni sem ætluðu að taka heilbrigðiskerfið í gegn og þetta hefur verið mantra bara náttúrulega í gegnum 2-3 ár síðustu. Ég hef búin að lofa því svo oft að þau eru hægt að trúa sjálfum sig fyrir að segja. Og þú veist, og fyrsta verkið þú veist, og síðan tekur nýja ríkisstjórn við og þá, þú veist, á að vera og taka heilbrigðisþjónustuna, hún á að vera gjaldfrjáls og þetta var svona, þetta var hinsegin, svo tekur nýja ríkisstjórn við og fyrsta verkið að lækka veiðigjöld. Ég meina, við erum orðið vitni á því. Heilbrigðiskerfið af því að aðalfréttin í kvöld var það har aldrei verið verra ástand á bráðavaktinni samt COVID farið. Nákvæmlega. Hér að fara fárveikt fólk niður á bráðamóttöku og bíða í 6 klukkutíma fársjúkt, það að líða við fólk og við sem var í 13 klukkutíma? Ja, 13 klukkutíma og það verið að tala að leyfa áfengis sölu í verslunum. Þú veist, finnst stjórnmálamönnum almennt séð skrítið að trú fólks á að stjórnvöldin séu tæki fyrir fólki eða virki fyrir fólki í landinu og þú veist og kjörsókn fer dvínandi og allt þetta, þú veist allar traustmælingar, ég meina Alþingi og stjórnmáli bara skrapa botninn og hafa gert það mjög lengi í íslensku samfélagi í trausti og þetta náttúrulega bara ástæðan og mér finnst til dæmis alveg ótrúlegt hvað maður nennir þó að hanga í þessari baráttu og ég held að skýringi sé fyrst og fremst ekki því að ég trúi að ég geti breytt einhverju vegna þess ég held að skýringi sé frekar þannig að ég hefði bara ekki geðheilsunni í að horfa upp á þetta á þess að vera að vinna eitthvað á þess að geta, þú veist, beitt mér, skrifað, gert eitthvað á móti, þú veist, ef ég gæti það ekki, gæti ekki búið þetta einhvern veginn, þú veist. Þegar þú varst að segja frá lífskjarasamningunum að það samið afnám verðtryggingar og svo reikna menn með því að það sé staðið við það
En þá er fólki boðið á fundir í fjármálandi og þá að bara semja það hvort að ég að standa við þetta sem ég lofaði. Og raunverulega sko punktur sem ég stend á er nákvæmlega svo sami og ég var alltaf á. Ég ætla ekki að fella þetta í burtu. Þannig þá að fara að semja og kannski getum við hist hér eða eitthvað, ég veit ekki hvernig þeir hugsa þetta. Þetta var ég var að hugsa að Sjálfstæðisflokkurinn, hann gerði til dæmis svona samning við VG fyrir þessar kosningar hálendis sjóðgarð með nákvæmlega sama hugafæri. Hann ætlaði aldrei að standa við þetta. Það var bara, þú mátt alveg búið til frumvarpið og svona, þá setjum við þetta í þingflokkin og Óli Björn ekki alveg nú ánægður með þetta og þá er þetta bara komið á sko samningsstöðu sem algjörlega óbreytt og hún var áður en við sömdum. Þannig að þegar ég samdi við þig að ég ætla að hafa hálendisþjóðgarð eða afnema verðtryggingu, þá ætla ég aldrei að skipta skoðun. Ég bara treysti því að ég myndi hafa þig á sko, hvernig málið myndi síðan þróast. Og þú ert að tala Sjálfstæðisflokkinn og náttúrulega fleiri flokkar komast upp með þetta kosningar eftir kosningar og ég að sjálfur sér bara skil ekki hvernig þetta getur fungera svona vegna þess að þú kemst ekki upp með að ljúga endalaust af fólki svona ekki dagstælega, ef ég segist alltaf að gera eitthvað fyrir þig og lofa þig skuldbindum til þess að gera eitthvað og gera það svo ekki, á milli manna er traustið ansi fljótt að fara en það virðist virka vera eitthvað svona óbilandi tryggð við bara stjórnmálið eins og þau eru, eins óheiðarleg eins og þau eru og það er hægt að taka svo ótal einhver með mörg dæmi, sjáu til dæmis bara húsnæðismálin. Við erum ekki að ganga inn í einhverja húsnæðiskreppu bara sem byrjaði sko mitt ár í fyrra eða hitt í fyrra. Ég satt sjálfur í sko starfshópum húsnæðismál fyrir 2 árum síðan sem skilaði svona, ég segi ekki nákvæmlega sömu tillögunum en mjög svipuðum og sambærilegum tillögum og verið að skila núna. Þetta er svona starfshópur, ekkert gert. Starfshópur, hvað verður gert við tillöguna núna? Ég las sko skýrslu sem var lögð fyrir starfshópinn sem var efndirnar frá því fyrir 2 árum og samkvæmt þeirri skýrslu var meina að búið að gera allt saman. Þau bara túlkuðu hlutina. Já. Ég nefndi leigjendur áðan að það var talað að auka stuðning við hagsmunasamtök leigjenda sem ætti að vera leigjendasamtökin. En í þessu skjali stóð að það hefði verið gefin þýðingarstyrkur til neytendasamtökanna til þess að þýða efni sem að þau nota í leigjendaþjónustuna sína á pólsku og ensku. Þannig að það er bara túlkað eins og það sé búið að það var talað leigubremsu. Það var í loforðunum 2019. En í uppgjörinu frá sem var lögð fyrir nefndina var að það ástandu á leigumarkaði var orðið það gott að þyrfti ekki á hann halda. Já, ég meina þetta eru stjórnmálin og við vorum að tala það áðan sko þegar ég bara í byrjun þáttarins að ég gerði volítinn greinamun á sko þessum 2 formum af spillingu. Þeir sem að vita af henni og gera ekki í henni og leyfa henni að viðgangast. Og þeir sem að stunda skiluru spillinguna sjálfa. Þannig að það er yfirhelmingin og það er verknaðurinn. Og þess vegna, líti á stjórnmálin með svona, svipuð með, þú ert með sko verknaðinn og svo er yfirhelmingin með því til dæmis að þarna eru samstarfsflokkar sem að halda hvort öðrum við völd. Sem er jafnsikir. Að sjálfsögðu. Vanrækslu sök. Ég meina, ef að Bjarni lofa mér einhverju, eða ríkisstjórnir skilur, og síðan fjármálaráðuneytið undir stjórn Bjarna reynir síðan að ganga bak orða sinna og við erum allt í einu komin í stöðu, við erum að reyna að semja allt sem við sömdum bara nýtt og búið að þinna það út eins og kostur skilur, verðtryggingin, húsnæðismálin, hlutdeildarlánin sem átti að hjálpa unga fólkinu en þeim var algjörlega snúið á hvolf og við vorum með frábæra vinnu á baku þetta, sérfræðinga, við heimsóttum þið opinberaði bæði í Skotlandi, ráðherra húsnæðismála í Englandi, fórum yfir þetta alveg, þetta var teiknað upp, bara glæsileg hugmyndafræði og leið, en síðan þegar þetta kom inn á borð
ráðuneytisins og inn í nefndirnar að mér verður bara hálf flökurt að segja frá því hvernig fólkið vann í sjálfum sér gegn allir þessari vinnu, þynda nú og gerða hana svona eiginlega hálf gagnslausa og ég veit ekki sem náttúrulega tilgangurinn að sjálfsögðu tilgangurinn en sko miðað við stöðuna sem að fólk í. Ég hef búin að vera í sambandi við aðila sem tengist 70 ára gamalli konu, tengist henni fjölskylduböndum. Hún hefur verið að leigja hjá Ölmu, leigufélaginu þar. Hún var að leigja 2 herbergi íbúð 198.000 krónur mánuði. Ég hitt hann bara í verslun hérna, bara fyrir tilviljun, fyrir mánuði eða 2 síðan. Og hann stoppaði mig bara, hérna, og sagði mig frá því, hún hefði fengið bréf, það sem búið að tilkynna það að leigan 70 ára gamalli konu sem býr ein í 2 herbergi íbúð sé að hækka úr 198.000 krónur mánuði í 230 skall mánuði. Og mun hækka í 230 núna 15. júní. Og hækkunin 15. júní, hún bundin við vísitölu í febrúar. Þannig að hækkunin var komið þá í 235.000 skall mánuði og 12 mánaða samning. Hann athugaði fyrir hennar hvort hún getur fengið lengri samning, þá fekk hún boð 60 mánaða samning á 250 skall mánuði. En hún rétt marði þessar 198.000, það voru ekki til krónur til þess að standa undir meiru. Og 250.000 reiknaði ég með að hafi verðtryggð, þannig þau og þessi nýju samningu var alltaf vísitölu. Þetta var hækkunum frá vísitölu. Þannig hún var að borga 15 umfram verðbreytingar og það reiknaði með því að verðbreytingarna verði miklar. 15.000 krónur. Annar samningu var 35.000 króna hækkun og hinn 250.000 króna hækkun. Með og voru svona hækkunum var vísitölutryggð aftur. Og þetta bara eitt lítið dæmi. Og við höfum verið að beita okkur fyrir því að þetta verið dregið tilbaka og sem að reyndar Alma gerði að hluta til. En alveg sama þegar almenna leigufélagið var í þessu, þegar þeir fóru undir Kvikubanka og við hótuðum að taka alla sjóði vaffer út úr Kvikubanka af því að þeir eignuðu Skamma sem átti almenna leigufélagið sem var að beita leigjendur þessu viðbjóðslega ofbeldi. Að okkur tókst að gera eitthvað en skaði var skeður, það búið marghækka á þessu hópa og þetta gert mjög kerfisbundi og 12 mánaða fresti að vera að kreista úr þessu fólki lífið smá saman og það veit ekkert hvort það geti leigt eða haft þak yfir höfuð eftir 12 mánuði eða ekki vegna þess að það hefur ekki öryggi og þetta er svo þetta er svo ógeðslegt og þetta er svo Stjórnmálum finnst þetta ekki vera áriðandi? Nei, þegar ég spurði Ásmund Einar sem bara ákveða því að setja leigubremsuna þá spyr ég aftur áður ég hleypi þér að og þá segi ég aftur hvort er verra siðleysi og þessi viðbjóðslega framkoma þeirra sem eiga þetta félag í dag gagnvart þessara gömlu konu eða aðgerðaleysi stjórnvalda hvort er verra að leyfa þess að þrífast þar sem að þú ert löggjafinn og þú getur stoppað þetta þú hefur tæki og tól til þess að vinna gegn þessari þróun stórauka frambúð leysa þessi mál og þú ert búin að vita af þessu árum og áratugum saman ég veit ekki hvort er verra. Ef ég segi þér þessa sögu þá örugglega leigusalinn skurkurinn en sá sem gat breytt þessu og komið í veg fyrir þetta og vissi af þessu öll þessi ár. Hver er hans ábyrgð og hver er hans staða? Og ég nefndi Ásmund Einar, sá sem hann lofaði þessu 2019 að setja á leigubremsu en sveik það. Þegar maður spurði Ásmund Einar af hverju kom ekki leigubremsan. Þannig að ég bjóti frumvarpið, en af hverju fór það ekki fram? Sjálfstæðisflokkurinn stoppaði. Það er svona billegt að vera í skjóli þess að þú mátt gera hvað þú vilt sem stjórnmálamaður ef að Sjálfstæðisflokkurinn samþykkir það. En það er auðvitað engin hvati á Framsókn eða VG eða nokkrum öðrum flokki til þess að ná einhverju fram sem að stangast á við það sem Sjálfstæðisflokkurinn vill. Nei, vegna þess að samt er þetta samt eru allir í lykilstöðu
þú ert í ríkisstjórn, þú ert í meirihluta samstarfi og það eru allir í sömu líkistöðunum geta sagt, herðu, nú ætlum við bara að bakka út úr þessu samstarfi. Eins og samstarfsflokkurinn gerir í öllum megin málum hinna flokkana. Ég veit ekki hvort hann gerir það eða hóti þessu eða ekki, ég bara þekki það ekki, en eins og hann gerir til dæmis með hálendisþjóðgarðinn, já, eins og hann gerir með mörg þau mála sem að hinir flokkarnir leggja megin áherslu á, hann hikar ekki við að drepa það. Það er eins og hinir flokkarnir gerir það ekki. Og þá komum við aftur að því sem við höfum oft rætt að eftir stendur þá bara lægsti samnefnarinn. Já. Ef við höfum að halda aðeins áfram með stjórnmálin og af hverju breytist ekkert, það er eins og þú ert að segja, það er minnkandi kjörsókn, það er lítið traust á Alþingi og borgarstjórn, það er alltaf verið sérstaklega slæmt eða frá því að erfiðasti féll búið að vera sérstaklega slæmt traust lítið traust á borgarstjórn. Við erum reyndar svo með kannanir sem að sýna mikið traust í ríkisstjórnarinnar í gennum COVID-tíman, en það er nú eitthvað fallið síðan. Mikil reiði í samfélaginu sem að það lítið til þess að gjósa upp eins og var í tengslu við Íslandsbankamálið. En samt breytist ekkert og samt eru menn eins og þú með litla trú á stjórnmálunum að setja ná fram einhverju breytingum í stjórnmálunum. Líklega er það vegna þess að þegar fólk mætir á kjörstað að það er ekki eins og að fólk fái val allt sem það vildi. Valið er kannski ekki það sem það hafði kosið, sko. Þú ert að ganga að einhverju hlaðborði sem er kannski ekkert með neinum mat sem að þið langar í, sko. Þannig að þú lætur þið bara hafa það með skásta meðaltali. Skorpið bónusbrauð með hörðum osti og lætur þið hafa það eins og verður að gera eitthvað. Einhver leyti hefur deglan í stjórnmálunum mistekist að búa til valkost sem að fólk velur. Við höfum nokkuð dæmi, þú tókst átt í Dögun og einhver fleiri. Einhver leyti er það byggt inn í kerfið að sá sem að kemur utan að og er að bjóðast sem valkostur á móti þeim sem að fara með valdið, að það er alltaf veikari staða og það minnst alltaf vera ýktar og ýktara eftir því sem að stjórnmála umræðan verður svona líka svona meira í áttina því sem hún er núna. Það fer mikið fram í auglýsingum, umræðu þættirnir eru eitthvað svona, finnst mér oft spurningarnar og allt er á svona forsendum valdsins. Ráðherrarnir eru í fréttasettinu að segja fréttir, þannig að svona eins og fjölmiðlarnir hafi flutt sig frá því að vera lýðræðisbylting fjölmiðlanna hefur eitthvað dregist tilbaka. Það var lýðræðisbylting fjölmiðlanna þegar sjónarhornið fór frá almenningi yfir á valdið, þannig að einhver leiti sjónarhorn fjölmiðlanna flust aftur yfir til valdsins. Þannig að einhver leiti þá hefur ekki gengið vel að svona endurnýja stjórnmálin. Ekki líkingu, ég býst við að þú hafi trúað því að endurnýjun verkalýðshreyfingarinnar sé einhvern veginn komin á einhvern veg. Ég held að okkur hefur tekist, við náðum árangri í verkalýðshreyfingunni, en það er kannski eitthvað sem að við getum kannski sett þetta þannig upp að ef ég ætlaði að stofna nýtt stéttarfélag í dag eða nýjan lífeyrissjóð til þess að gefa fólki valkost til þess að sniðganga það sem það er óánægt með, að ég myndi segja að það væri svona álíka jafnvel ómögulegra heldur en að stofna nýja stjórnmálaflokk og ætla sér að komast til einhver áhrifa. En ég fór... Áttu það við vegna þess að flokkarnir séu búin að með greiðslum til sín og öðru slíku að svona festa sig við valdastofnana? Já, bæði það, þetta er fjármagnið, þetta er infrastruktúrin, það er ekki nóg að vera bara með hugmyndir og stefnuskrá á blaði, þú þarf her fólks í kringu þig og þetta nær oft á tíðum og þetta nær út all land, öll sveitafélög, það er bara, þú þarf að græða þetta einhvern veginn í fólk og ná því og þetta tekur bara tíma að koma með nýju öfl og við erum búin að sjá marga flokka koma og fara, þeir hafa ekki náð að lifa
þú veist, og svo kannski taka þeir eitt stykki högg sem að held ég flest allir stjórnmálaflokkar þurfa að gera fyrir eða síðar og stundum lifa þær af og stundum ekki. Ég kannski ekki með svari við þessu, en þegar við stofnuðum borgarhreyfinguna, að ég kom svona inn í það verkefni að því að ég fór í hallabyltingu í stéttarfélaginu mínu og okkur tókst að komast þangað inn í stjórn að í gegnum eitthvað ferli sem átt að vera bara náttúrulega ómögulegt að komast í gegnum. Nokkuð tókst það og hópurinn sem þar var, þú veist, það var kannski ekki endilega að koma með valkost til þess að komast í ríkisstjórn og fara að breyta hlutunum. Þetta var kannski fyrst og fremst bara sýnafrunni bara, þú veist, óánægjuna í verki með því að bjóða fram. Ég kom síðan að frambóði þegar hreyfingin bauð fram, þú veist, mikið af frábæri fólki og frábærum hugmyndum og allt það, en þú veist, þetta bara nær ekki í gegn. Það áttu við Dögun þá? Já, Dögun segi Dögun meinti ég. Já. Og og mér þótti rosalega vænt það framboð og en þú veist, þetta ekki bara fjármagni, þetta ekki bara infrastruktúrin, þetta líka áheyrnin, þetta svo margir hlutir, þú veist, við ræddum þetta einhvern tímann dag, þú veist, hvað, þú veist, þetta eitthvað eitt, þetta margt og þú veist, þetta slagorðin, þetta þetta uppstillingin á þú veist, og liðið skilur, þú veist, þetta stjarnan og þetta sko sidekickið og þú veist, þetta allt útpælt skilur, þú veist, en þú ert að koma saman lista í fyrsta skipti skilur, þú veist, og þetta safna 20 manns og þú kannski þekkir ekki alla og þetta bara, þetta við ofurefli ofta etja og þetta bara óbúslega mörg atriði og síðan þarftu náttúrulega að sannfæra kjósandan það, þú veist, hvort hann vilji velja á milli þess að Hvort er ekki bara best að kjósa Framsókn eða kjósa grófísu þetta? Þú veist, að kjósa á milli illskásta korsins skilurðu, þú veist, eða þú veist, að sóa ekki atkvæði sín í eitthvað sem að mun aldrei hafa neitt vægi, skilurðu, þú veist, það búið að brenna inn í hausinn okkur alls konar möntrum að þú veist, að við eigum ekki að eyða atkvæðin í okkur ef það kemst ekki meiri hluta, við eigum að setja atkvæðin okkur það sem skiptir máli og líklegt til þess að hafa áhrif, þú veist. En áhrifin oftast þannig að breyti ekki neinu? Já, síðan náttúrulega endar þetta þannig að það breytist ekki neitt vegna þess að við höfum ekki, þú veist, það er búið að brjóta í okkur kjarkin þess að sko standa með eigin sannfæringu og kafa það dýpra inn í umræðuna, inn í stjórnmálin, alveg svo bara gerist í verkalýðshreyfingunni að þú veist, við erum að fá kynslur af fólki sem að trúir því virkilega að ég er með háskólapróf, ég er með hærri laun heldur en sko skúringakonan sem að skúrar á skrifstofunni, að þá eigi ekkert sameiginlegt með hennar verkalýðsbaráttu, þú veist, og þegar við erum komin á þennan stað skilur að þú veist að fólk trúi því raunverulega að þegar þú veist að það hafi verið sko menntastjættin og hálunafólkið sem samdi veikindaréttin, orlofið, fæðingarorlofið, atvinnuleysistryggingar. Þetta allt saman vinna þeirra sem voru á lægstu laununum sem voru að berjast fyrir lífi sínu til þess að fyrir ykkur réttlæti vegna þess að gat ekki lifað við óréttlæti sem bjóð. Þetta fátækasta fólk í okkar samfélagi sem náðu þessu réttindum fram sko, átti varla fyrir mat fyrir þau laun sem það var greitt fyrir, sem að náðu þessum réttindum sem að allir búa að og þegar þú komin í þá stöðu í stéttarfélagi að þú ert að reyna að segja fólki þessa sögu og segja rauninni að þú átt allt sameiginlegt með sko baráttu, réttlætis og kærubaráttu láglaunafólks, alveg sama hvar þú ert í stegunum, hvort sem þú ert menntaður og ómenntaður og ég held að þetta sé líka svona með stjórnvöldin, við erum svona einhvern veginn bara erum að missa svolítið sko fólkið, þú veist, og þeirra áhyggjur dvínar og ég held að þetta sé eitt af því sem gerist í verkalýðshreyfingunni að þú veist með svona, hvað segja, þeirra tengslaleysið
verður of langt og fjarlægin verður of mikil, þá er rosalega erfitt að ná fólkinu tilbaka og ég held að sko fólk er bara einfaldlega búið að missa svolítið trú á stjórnmálunum eins og það var búið að missa svolítið trú á verkalýðshreyfingunni og það er og verður bara gríðarleg vinna að þú veist að sko byggja upp þessa stéttavitund hjá bara fólki almennt, byggja upp stéttavitund, byggja upp kosningavitund eða pólitíska vitund fólks, þannig að það hugsa ekki eins og því ég sagt að hugsa, það hugsa bara eins og það vill hugsa og tekur raunverulegar sko ákvarðanir út frá, þú veist, málefnum og hagsmunum. Þá mun eitthvað breytast. Einhvern tímann lagðir þú til að verkalýðshreyfingin myndi skoða framboð? Já, ég er ennþá þeirra skoðunar eða þú veist framboð eða samstarfið einhverja þá flokka, þú veist, við um allt sameiginlegt. Vantar ekki samstöðuna svolítið inn í ykkar hóp til þess að sé hægt að ræða þetta? Jú, það sjálfsögðu, það vantar það er stöð í verkó sko, en sko ég held að sko við erum búin að vera að pústa svolítið núna í verkalýðshreyfingunni og ég held að við heldum við bara gert það bara ágætistíma. Það má alveg rekna með að vera einhverja breytingar hjá okkur í haust, hverja sem þar verða, ég bara veit það ekki. En þá þetta er í fórusvæðis í. Já, og ég á bara von á því að sko ef við náum þú veist að gera klára svolítið dæmið innan verkalýðshreyfingarnar og bara þú veist gera alþýðusambandið og verkalýðshreyfinguna að því sko massífa afli sem það á að vera og náum að fylgja því vel eftir, þá held ég að okkur takist að koma okkur saman um það að fara á pólitíska vettvang líka. Ég held að við bara verðum að gera það. En í millitíðinni þá þurfum við að ná samningum, það er næsta verkefni. Þannig að við tökum kannski upp þráðum samninga og fleira sem við skildum eftir hérna, þótt að þessu búið langt samtal að þá er margt sem við skildum eftir og ég fæði hérna aftur að ræða þá hluti alltaf. Bara hvernig sem er. Kæra þakkir og hlustendur þakkaði fyrir að staldra hérna við og hlusta á okkur spjalla saman. Ég mun halda áfram svona eitthvað fram eftir vorinu að fá hingað einn og einn gest í einu. Við sjáum til hvert það fer en ég þakka bara fyrir í kvöld. Góða nótt. Já, við erum búin að vera í 2 tíma. Vel gert.